Sérstaklega býð ég velkomna þá góðu gesti sem til okkar eru komnir til þess að flytja framsöguerindi hér í dag. Nokkurt skeið hefur verið rætt það milli Verkalýðsfélags Borgarness og Neytendafélags Borgarfjarðar að þessi félög efndu til fundar verðlagsmál landbúnaðarafurða. Við teljum að hér sé það margþætt mál að ræða að það geti auðveldlega valdið misskilningi og deilum milli aðila. Það því álit okkar að veruleg þörf sé á fræðslu og skoðanaskiptum á málefnalegum grundvelli varðandi þetta efni. Á það þá vart að minna að verðlag landbúnaðarvara snertir alla neytendur í landinu og suma hverja á tvennan hátt, bæði sem framleiðendur og neytendur. Þessi fundur þáttur í því fræðslu og upplýsingastarfi sem Verkalýðsfélagið og Neytendafélagið hafa komið á síðustu árin. Haldin hafa verið námskeið og fræðslufundir ýmsa lífskjaraþætti svo sem hlutverk heimila í nútímaþjóðfélagi, hlutverk verslunarinnar í nútímaþjóðfélagi, hlutverk félagasamtaka í neytendamálum, fæðan og heilsufar, kaup á notuðum bílum, undirbúningur íbúðabygginga og ýmsa þætti húsnæðismála, sveitarfélagið og neytandinn, rafveitan og neytandinn, hitaveitan og neytandinn, póstur og sími og neytandinn og fleiri þætti mætti nefna. Frummælendur á þessum námskeiðum og fundum hafa verið sérfræðingar hver á sínu sviði, oft forstöðumaður viðkomandi stofnunar. Við teljum að þetta fræðslustarf hafi gefið svo vel að rétt sé að halda áfram á sömu braut. Í undirbúningi fundur húsnæðismál og námskeið þar sem fjalla á tryggingar. Það von fundarboðenda að þessi fundur sem nú að hefjast verði málefnalegur og stuðli að auknum skilningi milli framleiðenda, dreifingaraðila og neytenda. Það liggur hér fyrir tillaga að fundarstjórar verði Bjarni Skarphéðinsson, formaður Neytendafélags Borgarfjarðar og Baldur Jónsson, varaformaður Verkalýðsfélags Borgarness. Þá tillaga fundarritara Bjarna Valtý Guðjónsson Borgarnesi og Kristínu Pétursdóttir Innri Skeljabrekku. Aðrar tillögur starfsmenn fundarins? Svo ekki og ég bið þau að koma hér og taka til starfa. Góðir fundarmenn, ég býð ykkur öll velkomin til þessa fundar. Þegar rætt verðlag landbúnaðarafurða koma mörg atriði til álita og oft vill svo fara að það gæti nokkurs misskilnings. Ég vona að þessi fundur megi vera til þess að minnka líkur á slíkum misskilningi. Sá tilgangur þessa fundar. Við höfum fengið hér til að fjalla þessi mál góða og marga framsögumenn eins og kom fram hjá Jóni áðan. En umræðan mjólkina og kjötið ekki einhlít þótt nauðsynlegt sé, því maðurinn lifir ekki á brauði einu saman og við erum svo heppin að hér komin til okkar Björn Leifsson með samkór Verkalýðsfélags Borgarness. Kórinn var stofnaður á síðastliðnu hausti og þetta í fyrsta skipti sem hann kemur fram á almennri samkomu. Björn, gjörðu svo vel.
Góðan daginn. Okkur mikill heiður og ánægja að fá að vera hér á þessum fundi, svona í fyrsta skipti. Þessi kór tók til starfa 13. nóvember í fyrra og það hefur verið unnið mjög ötullega svona að koma þessi í gang. Þetta fólk sem hérna fyrir aftan mig allt saman að syngja í kór í fyrsta skipti. Og ég ætla ekkert að biðja ykkur að vorkenna okkur eða neitt svoleiðis. Við bara gerum eins vel og við getum. Við byrjuðum núna á lagi sem þýskt, heitir KAFFI. Ég held að textinn sé eftir Þorstein Valdimarsson. Og við ætlum að syngja 2 lög enn. Og næst ætlum við að syngja eftir Jónas Árnason, Dirrindi við þjóðlag. Með krús í hendi ég satt eitt sinn, þá settist Lóa við gluggann minn. Í hennar augum var háð og spott og á hennar nefi var lóuglott. Hún söng dirrindi, 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 bara dirrindi, 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 en þó hún syngir bara dirrindi, fannst mér vera þó nokkur vit í því. Hún sagði að heimsins víðan veg, ekki væri til maður eins og ég, sem ár og síðlagi leti í, svo að líkast til á ég met í því. Hún söng dirrindi, 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 bara dirrindi, 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 en þó hún syngir bara dirrindi, fannst mér vera þó nokkurt vit í því. Já, allt í foráttu fann hún mér og ég gekk hjá henni þann karakter að ég væri aldeilis auðnulaus og alveg sérstakur þöngulhaus. Hún söng dirrindi, 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 bara dirrindi, 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 en þó hún syngir bara dirrindi, fannst mér vera þó nokkurt vit í því. Og hún sagði að ég skyldi skammast mín og að skyndi konur og brennivín. Með stundar gaman og duflotans myndi draga mig beint til andskotans. Hún söng dirrindi, 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 bara dirrindi, 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 en þó hún syngir bara dirrindi, fannst mér vera þó nokkurt vit í því. Hún söng dirrindi, 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 bara dirrindi, 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 en þó hún syngir bara dirrindi, fannst mér vera þó nokkurt vit í því. Og þó að það sé bjartur og skínandi dagur úti núna, þá ætlum við nú samt að syngja nóttina, enda á því. Það keðjulag sem heitir Bona Nox. Það á spænsku, góða nótt, já. Og við syngjum það líka á ítölsku, þýsku, ensku og íslensku sjálfsögðu.
aldrei hefur fallið frá frækilegri kreppu. Verður ertu víst að fá vísu gamli jafnu, aldrei hefur fallið frá frækilegri kreppu. Þá var naða, þá var sjón, þá var fjör og yndi, þá var æska, þá var sjón, þá var gjarnt í lindi. Gerðu ungum Gæðingum græna tugg á morgunum, launa þeir með léttfærum lifrusterku fótunum. Taktu eftir Tittlingur hnýta þeir á klakanum, þetta þá á molunum, maðraríku borðunum. Verðu ertu víst að fá vísu gamli jarpu, aldrei hefur fallið frá frækilegri garpu. Hani, krummi, hundur, svín, hestur, mús, titlingur, galar, hrútar, kettir, hring, hneggjar, tístir, syngur. Já, við þökkum við Birni og kórfólki kærlega. Það vissulega þegar orðin staðreynd að það nú þegar orðin mikill menningar auki fyrir Borgfirðinga að samkór verkefnisfélag Borgarnes og á nef eftir að verða mikið meiri. Við óskum þeim alls hins besta. Já, það eru komnir hér til okkar margir ágætir menn til að ræða málin. Það frá Landbúnaðarráðuneytinu Guðmundur Sigþórsson skrifstofustjóri, fulltrúi framleiðenda Yngvi Tryggvason formaður Stéttasambands bænda, fulltrúar dreifingaraðila eru Ólafur Sverrisson kaupfélagsstjóri hér í Borgarnesi og Jóhannes Jónsson formaður félags kjötvöruverslana og í fjórða lagi fulltrúar neytenda sem Björn Björnsson hagfræðingur ASÍ og Jón Magnússon formaður neytendasamtakanna. Að loknum ræðum framsögumanna gefst fundamönnum kostur á að koma með fyrirspurnir eða stutta umræðum en við óskum eftir að það verði sem mest hérðan frá ræðustól. Ég vil nú biðja framsögumenn okkar að koma hér upp á borðinu og taka sér sæti. Ég biðja bara einhvern salnum að koma að hjálpa okkur. Ekki einhver góður maður hérna í salnum sem vanur myndvarpa sem vildi koma hérna til okkar? Ég var okkur mynd hérna. Já. Hvað? Svo ræðist þetta bara áttu sýnishorn á þetta? Guðmundur ásannum áttu sýnishorn fyrir okkur. Já, þá tekur til máls Guðmundur Sigþórsson, skrifstofustjóri Landbúnaðarráðuneytis. Gerðu svo vel. Gott fundafólk. Efni þessa fundar sem við erum hér mætt til
eins og ykkur kunnugt að fjalla um verðlagsmál landbúnaðarafurða og þar sem að fundarboðendur eru Verkalýðsfélag Borgarness og Neytendafélag Borgarfjarðar, þá ger ég ráð fyrir að mál manna beinist frekar að því hvort að neytandi verður að greiða sanngjarnt verð fyrir það landbúnaðarafurðir sem hann neytir, en að því hvers vegna smásöluaðilar fá of lítið fyrir sinn snúð að þeirra mati, mjólkurbú og sláturleyfishafar, einnig þannig að þeir geti ekki greitt bændum það verð sem að löglegar ákveðið hverju sinni, eða þá önnur vandamál sem að við erum kunnugir innan verðlagsnefndar landbúnaðarins, en ég er ritari verðlagsnefndarinnar eins og ykkur er eftir við kunnugt. Fyrir mitt leyti þá vil ég telja það hættulegt fyrir hagsmuni neytenda hversu atvinnu og pólitískir aðilar hafa með góðum árangri margir hverjir náð að varpa sviðsljósinu að verðlagsbreytingu landbúnaðarafurða í þeim verðlagskollsteypum sem íslenskt efnahagslíf hefur tekið undanfarin ár. Í skjóli þess er það mitt mat að miklu þýðingameiri liðir í útgjöldum neytenda hafi saxað sí og æ á kaupmátt þeirra aura sem við höfum til ráðstöfunar þegjandi og hljóðalaust vegna þess að ötull áróður fjölmiðla hefur sveikt sjónir mann að einum aðila, þar að segja landbúnaðinum og verðlagi landbúnaðarafurða. Fyrir nokkrum áratugum síðan var ef til vill rétt að leggja tiltölulega mikla áherslu á verðþróun landbúnaðarafurða umfram annað. Vil ég í því sambandi nefna að fyrir hálfum öðrum áratug þegar sú neyslukönnun var gerð sem framfærsluvísitalan er reiknuð eftir var hlutur búvöru í útgjaldum vísitölu fjölskyldarinnar 20% en er talin samkvæmt nýrri verðlagsathugun sem hefur verið gerð og þið hafið heyrt rætt um 10%. Þannig hefur vægi búvaranna í útgjaldum heimilana og okkar nær því orðið helmingin minni af heildargjöldum í hlutfalli heldur en var fyrir hálfum öðrum áratug síðan og þetta er ósköp eðlileg þróun því að það hafa komið fjölmargir neysluþættir nýir inn sem að við höfum orðið að eyða peningum til. Verðlagning landbúnaðarafurða fer fram á grundvelli laga framleiðslur á landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarafurðum og fleira sem eru frá 11. desember 1981. Samkvæmt lögunum verðleggur hinn svonefnda 6-mannanefnd landbúnaðarafurðir til smásölu, heildsölu og til bænda. Nefndin er skipuð 3 fulltrúum framleiðenda og 3 fulltrúum neytenda sem gerir það að verkum að komi upp ágreiningur milli nefndarhlutana verðlagningu og ekki næst meiri hluti í nefndinni verður að vísa málinu til yfirnefndar 3 manna þar sem oddamaður er tilnefndur af Hæstarétti Íslands. Á undanförnum árum hefur í flestum tilfellum náðst samkomulag í nefndinni verðlagningu landbúnaðarafurða þannig að ekki hefur komið til kasta yfirnefndarinnar. Þó fór verðákvörðun á kartöflum til bænda 1. júní síðastliðinn til yfirnefndarinnar. Fulltrúar neytenda í 6-mannanefnd fóru fram á það við neytendasamtökin að þau gæfu ábendingu þann mann sem fulltrúar neytenda hafa lögum samkvæmt rétt til að tilnefna í yfirnefndina. Bent var á Dr. Jónas Bjarnason sem tók sæti í yfirnefnd fyrir hönd neytendafulltrúana ásamt Páli Guðbrandsinni, bónda í Þykkvabæ sem sat þar fyrir hönd framleiðenda og Hæstiréttur skipaði, eins og ég nefndi áðan, í oddamannin sem var Guðmundur Magnússon, rektor Háskóla Íslands. Í þessari nefnd var full samstæða kartöfluverð til bænda, þannig að það var engin ágreiningur niðurstöðu þó ég reki ekki hvernig að því lauk. Áðurnefnd lög sem í nefnd verðákvörðun landbúnaðarafurða setja nefndinni ákveðnar starfsreglur sem fara ber eftir. Ég nefni þessar sem hinar helstu. Í fyrsta lagi, söluverð landbúnaðarvara á innlendum markaði skal miðast við það að heildartekjur þeirra er landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við tekjur annarra vinnandi stétta. Í öðru lagi má nefna að 6-mannanefnd skal leitast við að ná samkomulagi verðlagsgrundvöll þar sem kveðið er á framleiðslukostnað og magn afurða og verð til framleiðenda á einstökum afurðum. Í verðlagsgrundvellinum skal tilfæra ársvinnutíma bóndans, skyldulið hans og hjúa og búa þeirri stærð sem miðar við hverju sinni og virða vinnutíman til samræmis við kaupgjald verkamanna, sjómanna og iðnaðarmanna.
Eigi skal þó taka til viðmiðunar ákvæðisvinnu verkamanna og iðnaðarmanna í aflahlut sjómanna við þessa viðmiðun á launum. Vegna þessa ákvæðis að eigi skuli taka aflahlut eða ákvæðisvinnuna til viðmiðunar hefur einungis verið í starfi nefndarinnar tekið mið að launum verkamanna og iðnaðarmanna í útreikning á launalið verðlagsgrundvallarins eftir nánari reglum sem nefndin hefur sett sér. Sexmannanefnd ákveður einnig sem á nefna vinnslu- og dreifingarkostnað landbúnaðarvara. Framleiðslur af landbúnaðarins skal samkvæmt lögunum hverju sinni leggja fyrir nefndina rökstudda tillögur raunverulegan vinnslu- og dreifingarkostnað landbúnaðarafurða sem nefndin metur og tekur ákvörðun eftir. Þegar rætt álagningu, búvöru, heildsölu og spásölu skal gefa fulltrúum Kaupmannasamtaka Íslands kost á að sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti. Í fjórða lagi vil ég nefna frá lögunum sem þýðingarmikið atriði að verðlagsgrundvöllur landbúnaðarvara skal almennt ákveðinn til 2 ára í senn. Þegar verðlagsgrundvöllurinn hefur verið ákveðinn þannig skal hann taka breytingum verði verðlagsbreytingar á öðrum liðum en launum. Hagstofa Íslands á að reikna þessar breytingar út ársfjórðungslega samkvæmt lögunum og þeir dagar eru eins og ykkur er vel kunnugt 1. desember, 1. mars, 1. júní og 1. september. Á þessu sömu dögum í sömu tilefnum er heimilt að breyta kaupgjaltslið verðlagsgrundvallarins, það er að segja tekjur fjölskyldunar sem að framleiðslunni vinnur vegna hækkunar á kaupi. Og heimilt er einnig að breyta vinnslu- og dreifingarkostnaði landbúnaðarafurða hvenær sem er vegna breytinga sem orðið hafa á vinnslu- og dreifingarkostnaði þar með talið smásölu. Rétt er að nefna líka sem atriði að Hagstofa Íslands skal afla fullnægjandi gagna fyrir sexmannanefnd framleiðslukostnað landbúnaðarafurða og afurðamagn og tekjur vinnandi stétta hverju sinni sem verðlagning fer fram. Og auk þess er búreikningastofu landbúnaðarins skylt að afla árlega rekstursreikninga frá bændum sýni raunverulegan framleiðslukostnað landbúnaðarafurða. Þessi gögn skulu hverju sinni liggja fyrir verðlagsnefndinni þegar verðlagning fer fram. Á seinni árum hefur sexmannanefndin mikið stuðst við gögn frá búreikningastofu landbúnaðarins. Þar er fært 1.500 reikninga frá bændum sýna mjög mikið sundurgreint rekstur bús sem að hafa verið mikið vel kannaðir og út frá þeim samið hið svokallaða verðlagsgrundvallarbú. Annars vegar hafa verið funnar þær rekstrarvörur sem til framleiðslunnar þarf, svo sem kjarnfóður, áburður, rekstur véla og fleira sem kemur inn í almennan búrekstur bænda. Hins vegar þær afurðir sem búið hefur skilað, svo sem mjólk, kindakjöt og svo framvegis. Á búreikningabúunum eru færðar mjög nákvæmar vinnuskýrslur fyrir hvern einstakling sýna daglega unnin tíma við þau bú sem að búreikningarnir á til og við hvaða verkþátt við búið unnið hverju sinni. Þessar upplýsingar hafa verið verulega til gagns fyrir verðlagsnefndina og lagðar til grundvallar þegar samið hefur verið hvaða vinnuframlag skuli reikna með í verðlagsgrundvallarbúinu eins og ég nefndi áðan til að ná því markmiði sem lögin setja tekjujöfnuð. Það er rétt að taka fram að einungis talinn virkur vinnutími við þessa færslu á búreikningabúunum. En skráning fer í engu á þeim við þessa færslur eftir þeim rétti sem að maður hefði til þess að skrifa sér vinnutíma til dæmis samkvæmt kjarasamningum. Einungis virkur vinnutími valdur. Það má til fróðleiks nefna hér, án þess að ég fari ítarlegar út í uppsetningu verðlagsgrundvallarins sem að telur nú 440 árgildi, að í dag eru áætlaðar 88 vinnuvikur vegna þessara framleiðslu. Dagvinnukaup það reiknað krónu 13.204 á mánuði og hefur verið hækkað tæplega 17% frá því 1. mars á síðastliðnu ári. Það er að vísu álit margra að þar sem búreikningabúin eru ekki valin tilvíðanakennt, það er að segja með úrtæki sem að án þess að þar sem allir koma með eins og til dæmis við þessar athuganir á skoðunum fólks sem að kentu nú við Gallup eða hvað fín orð á að nefna á það, að heldur veljast þeir til búreikningafærslu sem hafa vilja fyrir því að halda búreikninga og hafa fyrir því áhuga. Og þess vegna það álit sumra að þau meðal sem búreikningarnir sína vísi kannski heldur mynd að betri búrekstri heldur hjá hinum almenna bónda.
Það náttúrulega myndi leiða af sér eins og hver sér að ef að svo og við þetta miðað að þá ef til vill, ef stranglega og réttar eftir þessu farið, að þá næst ekki þessi fullkomni tekjujöfnuður fyrir alla sem ég var að tala því að við værum þá með bú sem að væru heldur yfir meðaltali afköst og afkomu. Þá auk þess sem ég nefnt hér Búreikningastofu landbúnaðarins rétt að nefna það sem ég nefndi áður Hagstofu Íslands, en fyrir utan það að framreikna rekstrarliði verðlagsgrundvallarins eins og lögin kveða á eftir verðbreytingu sem orðið hafa, hefur Hagstofan gert könnun á rekstrargjöldum bænda og afurðamagni samkvæmt skattframtali. Þau gögn sem þannig fengust voru aðallega notuð við ákvörðun verðlagsgrundvallarins áður, en eftir því sem fjöldi búreikninga hefur aukist og óx var heldur kosið að fara eftir þeim heldur en gögnum frá Hagstofunni vegna þess hversu miklu öruggari heimildir að við álítum að búreikningagögnin séu. Það rétt að taka fram í þessu sambandi að sexmannanefndin hefur aldrei tekið sérstakt tillit til tímabundinna sveiflna af veðurfarsástæðum og samdráttur vegna búmarsákvörðunar hefur ekki leitt af sér hækka verði bænda sem mætti gera ráð fyrir með hliðsjón af þeim kröfum sem að sjómenn hafa nú nefnt og við höfum heyrt í fjölmiðlum vegna þess veiðikvóta sem að talað eða reyndar komin til framkvæmda og talin að sjálfsögðu skerða kjör hvers einstaks sjómanns þegar að vinna fær að veiðast á skipin. Þau atriði sem ég hef nefnt hér að framan má segja að myndi meginrammann verðlagningu landbúnaðarafurða. Þar undir hafa fallið afurðir allra nautgripum, afurðir af sauðfé, kartöflur og hrossakjöt. Aðrar afurðir svo sem afurðir af svínum, afurðir alifugla og ýmiss konar grænmeti hafa legið utan við verðákvarðanir sexmannanefndar svo sem kunnugt er. Hagsmunasamtök þessara búgreina hafa einhliða ákveðið hvert afurðaverði skuli vera þó án þess að hafa möguleika á að fylgja því að fullu eftir, en hins vegar samkvæmt texta lagana þær verðákvarðanir sem sexmannanefnd tekur ekki heimilt að selja á öðru verði innan lands heldur en sem að hún ákveður. Ég ætla hér til fróðleiks fyrir fundagesti að sýna samanburð sem að getur nú aðeins verið mjög lauslegur á þessum verðlagsgrundvöllum sem velli sem að við kallum fyrir nautgrip og sauðfé, verðlagsgrundvöll fyrir kjúklingaframleiðslu og verðlagsgrundvöll fyrir framleiðslu á eggjum. En eins og ég tók fram áðan að þá verðlagsgrundvöllur fyrir nautgripi og sauðfé samþykktur af sexmannanefnd en hinn búinn til af hagsmunasamtökunum. Nú ég veit ekki hvort að þið sjáuð nógu vel þessa mynd sem ég sett hér upp, en þetta eru útgjöld verðlagsbús. Fyrsti dálkurinn sýnir hvaða rekstrarliði ég hef flokkað saman og annar dálkur yfir verðlagsgrundvöll nautgripa og sauðfjár, þriðji fyrir eggjaframleiðslu og fjórði fyrir kjúklingaframleiðslu. Og ég sett þetta hér upp í 1000 króna til þess að minnka tölurnar svoleiðis séu yfirsjáanlegri. En jafnframt hef ég tekið fram hver hlutfallsskipting innan hvers grundvallar fyrir sig. Þið sjá númer 1 hef ég skráð fóður og áburð og við getum sagt að það sé svipað með fóður og áburð eins og fóður hjá hinum búgreinunum því að þær kaupa allt fóður sitt erlendis frá, svo til og sjálfsögðu nota engan áburð til framleiðslunar. En það fara 26% í þessa tvo liði hjá nautgripa og sauðfjárbúinu en ríflega helmingur til hinna búgreinana. Og það sýnir okkur hvað þessi aðfengni liður stór þáttur í rekstrarkostnaðinum. Og það ekki mikið að segja kannski lið númer 2, 3 eða 4. Að vísu þetta mat, eins og ég sagði, annars vegar hagsmunasamtaka og hins vegar samin grundvöllur, þar sem að báðir aðilar koma að, neytendur og framleiðendur. En það sem að kannski að mætti benda á þarna sem að virðist vera mismunandi metið, að það fjármagnskostnaðurinn. Það áætlað að stofnkostnaður nautgripa og sauðfjárbú sé 3,9 milljónir króna, 3.977.000. En eggjabúsins sem að þarna sýnt og fyrir 4.000 varphænur 3.700.000. Þannig að það mjög svipuð fjárfestingarstærð í þessum tveimur búum. En ef við lítum á það tölur sem áætlaðar í fjármagnskostnað með afskriftum og viðhaldi,
að þá höfum við ætlað í nautgrip á sauðfjárbúinu 197.000 eða tæp 200.000 til að standa undir þessum liðum, en 319.000 eru áætlaðar vegna þessa til eggjaframleiðslu búsins. Þetta eru atriði sem að auðvitað alltaf umdeilanleg og ég veit að menn hafa verið á ýmsum skoðum varðandi þennan fjármagnskostnaðarlið verðlagsgrundvallar hvort að hann sé rétt talinn, en þetta er matsatriði sjálfsögðu. Það eru hér 2 glærur í viðbót sem að ég ætlaði að sýna ykkur einnig og hlaupa lauslega yfir. Þetta er glæra sem sýnir margföldun á verði nokkurra vörutegunda og þjónustu frá nóvember 1977 og 78 til nóvember 1982-83. Og ég vil nú taka fram að svona verðsamanburður er alltaf hættulegur vegna þess að maður þarf að vita nokkuð hvaða grundvöll maður er með í höndunum. Til dæmis eins og að við sjáum hér ef við hlaupum yfir dálkana að þar hefur rúgbrauð 11,2 sinnum margfaldast í verði, dilkakjöt 9 sinnum, dilkalifur 6,4 sinnum, dilkaslátur 7,1 sinni, svínslæri 7 sinnum, ísa 9,7 sinnum, nýmjólk 10,8 sinnum, smjör 11,1 sinni, smjörlíki 10 sinnum, egg 8,6 sinnum, dagblöð 10,3 sinnum og klipping sem ég tók með sem þjónusturit að gamni mínu hefur 13,5-faldast. Nú veit maður ekki hvort að hefur orðið einhver aukning á þjónustu við klippingu eða þetta er eitthvað betur gert heldur en var áður, en þetta eru sem sagt verðlagsbreytingarnar. Og eins vil ég benda ykkur á að það er nú svo í dag sem að ykkur er kunnugt að það hefur dregið verulega úr niðurgreiðslum á landbúnaðarafurðum og því hefur orðið meiri hækkun á þeim afurðum sem að voru mikið niðurgreiddar áður, hlutfallslega heldur en á öðrum vörum sem ekki voru niðurgreiddar. Og þar að ég nefna til dæmis dilkalifur. Að ef að væru engar niðurgreiðslur á verði landbúnaðarafurða, að þá er líklegt að þær hefðu hækkað á bilinu kannski 7-8%, margfaldast 7-8 sinnum í verði frá þessum tímapunktum sem ég set þarna upp, en niðurgreiðslurnar að þær skekkja myndina að sjálfsögðu, því að þær hafa ekki hækkað. Nú gamni kannski get ég nefnt það að það er talið að niðurgreiðsla af framfærslu kostnaði samkvæmt gömlum grundvelli sé rétt ríflega 4%, niðurgreiðsla af gömlum framfærslu grundvelli vísitölu fjölskyldunar en 2% í nýjum grundvelli samkvæmt áliti Hagstofu Íslands. Nú en ég kom aðeins inn á verðlagsbreytingar og hvernig að þær hafa endurspeglast í þessum búvöruverðum sem náttúrulega hitti neytandann. Og ég hef gjarnan vilja benda á eitt lið sem að mér hefur fundist ógnvekjandi síðastliðin ár í verðlagsbreytingum og það eru aðflutningsgjöld til landsins. Þau eru eins og þið vitið, þau eru undir ákvörðun Verðlagsstofnunar og samþykkt þaðan eftir umsóknum skipafélagana og ég er hér með eina glæru að lokum sem ég ætla að bregða upp sem að sýnir ykkur þær tölur. Þessi glæra hérna, hún sýnir margföldun farmgjalda sem að leyfð eru eins og ég sagði að Verðlagsstofnun landbúnaðarins frá því árið 1979 og fram til ársins í ár, eða fram til dagsins í dag. Og þessar litlu súlur sem þið sjáum við hliðina á, að það er það sem við höfum til að borga þessi farmgjöld fyrir, eða réttast sagt bóndinn, því að þetta er hækkun launaliðarins borin saman við það. Nú vita náttúrulega allir að laun hafa dregist mjög mikið verulega aftur úr öllu verðlagi í landinu, en hvað það? Að þið sjáu það að þið getið einungis keypt þriðjunginn eða bóndinn getur einungis keypt þriðjunginn af þeim flutningskostnaði sem hann gat árið 1979 í dag. Og þetta segir sína sögu náttúrulega, þetta endurspeglast í verði grundvallarins því að mjög margir hlutir sem að koma inn í verðlag búvaranna, að það eru sjálfsögðu hlutir sem að koma erlendis frá, eru fluttir samkvæmt töxtum í þessum farmgjaldaskrám og eru endurspeglun á því sem skeður þar. Þetta eru farmgjöld sem að, þetta er nú sennilega meira pakkavara og
farmgjaldaskrár sem eru leyfðar á slíkum flutningi. Ég vonandi, því að mér finnst þetta vera það ókveikjandi, en þetta náttúrulega það sem neytandinn sér í búðinni þegar hann kaupir niðursöðuvöruna og pakkavöruna frá útlandinu. Þannig að kannski þetta ennþá meira áhyggjuefni fyrir neytendur heldur en fyrir bændur í sinni framleiðslu. Í þessu framsöguerindi verðlagsmál landbúnaðarins hef ég stiklað á stóru og ekki farið að mínu mati nógu ítarlega í hlutina og ég hefði kosið sem ekki hægt tímans vegna. Mitt mat á hlutverki verðlagningar landbúnaðarafurða það að neytandinn fái vöruna á því verði sem telst eðlilegu framleiðslukostnaður og framleiðandinn þarf á sama hátt að geta treyst því að hann öðru jöfnu fái eðlilega umbun fyrir störf sín og tilbaka það fjármagn sem hann hefur lagt til framleiðslunar. Einnig þarf framleiðandann að auka hagkvæmni framleiðsluna frá ári til árs þannig að framleiðslukostnaður lækki og afköst aukist, en það forsenda fyrir öllum hagvexti eins og kunnugt að hver einstaklingur og atvinnuvegirnir í heild auki afköst sín. Ég held fyrir mitt leyti að verðlagningin hafi minna að segja þetta atriði en mörg önnur atriði. Hins vegar hefur það verið svo gegnum árin að aukin afköst í landbúnaði hafa þegar til lengdar litið orðið jafnt ávinningu neytandans sem bóndans, með því að verðlagsbúið hefur verið stækkað og sífellt orðið að skila meiri framleiðslu til að halda sömu launum. Takk fyrir. Við þakkum Guðmundi og næstu tekur til máls Ingi Tryggvason, formaður Stéttasambands bænda. Fundarstjóri og ágætu fundarmenn. Ég vil byrja á því að þakka þeim aðilum sem að þessum fundi standa fyrir að efna til hans. Ég sammála því sem hér hefur komið fram að það mikil nauðsyn á því að veita sem mesta fræðslu, ekki síst á milli starfshópa, kjör þessara hópa, viðskiptin, samskiptin á milli þeirra sem að stundum fara fram án mikilla útskýringa og vissulega það svo að okkur finnst það minnstakosti bændum að margt af því sem að skrifað málefni landbúnaðarins og margt af því sem sagt til dæmis í fjölmiðlum málefni landbúnaðarins, það mótist af takmarkaðri þekkingu á því umræðuefni sem menn taka sér fyrir hendur hverju sinni. Mér langar ná því að ég vona að Guðmundur virði það ekki þó ég leiðrétti það að honum varð á eitt mismæli. Það er ekki verðlagsnefndar landbúnaðarins eða verðlagsyfirvöld landbúnaðarins sem ákveða verð á flutningum til landsins. Hann eignaði landbúnaðinum það, en við verðum nú alveg að fá frí frá því að bera ábyrgð á þeim hækkunum. Nóg þykir víst ýmsum samt. Ég ætla nú í þessu stutta spjalli aðeins að minnast á nokkra þá þætti sem að hafa vissulega áhrif á ákvörðun verðlags og nokkra þá þætti sem að mér finnst mennum stundum sjást yfir í sambandi við uppbyggingu á landbúnaðinum og á því þjónustukerfi sem að á milli landbúnaðarins og neytandans. Framleiðsluráðslögin sem að Guðmundur talaði allmikið þau eru frá 1947 og hafa staðið frá þeim tíma með allmiklum breytingum. Tilgangur þessara laga var tvíþættur eins og hér hefur þegar komið fram. Annars vegar áttu þessi lög að tryggja bændum svipuð kjör og öðrum þegnum í þjóðfélaginu og hins vegar áttu þessi lög að tryggja neytendum framleiðsluvöru landbúnaðarins á sanngjörnu verði, kostnaðarverði, svipað eins og önnur þau verk sem unnin eru í þjóðfélaginu og við þurfum að greiða hvert öðru, þau eru metin til kostnaðarverðs. Á þeim tíma, þegar að framleiðsluráðslögin voru sett, þá vantaði stundum framleiðsluvörur, einkum mjólkurvörur. Og lengi var það svo að eftir síðasta stríð að framleiðsla umfram innanlandsþarfir var mjög takmörkuð.
Þegar breyting svo var gerð á framleiðsluráðslögunum 1959 eða 60 að tekin var upp ábyrgð á vissum útflutningi landbúnaðarvara, þá var svo ábyrgð áreiðanlega miðuð við það að ekki væri líklegt að á henni allri þyrfti að halda. Þá var gerð svo breyting að ákveðið var að hámark útflutningsbóta skyldi vera 10% af verðmæti landbúnaðarframleiðslunnar. Það var ágreiningur það, undanfarið þessar breytingar var ágreiningur það hvort að rétt væri að hækka verð landbúnaðarvara innanlands til þess að borga með útflutningi. Það var ágreiningur þetta mál, þetta mál var rekið fyrir dómstólum og niðurstaða þess var svo að það væri samkvæmt lögunum heimilt að hækka söluverð landbúnaðar innanlands til þess að bæta útflutning sem fór fram á lægra verði. Eftir breytinguna var þetta ekki heimilt, í staðinn fyrir réttinn til þess að hækka verðið á þennan hátt, þá kom þessi svokallaði útflutningsbóta réttur. Eins og ykkur vafalaust kunnugt, þá dugði þessi útflutningsbóta réttur allmörg ár, eða nokkur ár, þannig að bændur fengu fullt verð þó vörur væru fluttar út fyrir nokkur lægra verð heldur en það sem að selt var innanlands. En brátt kom að því að framleiðslan jókst mikið og verð landbúnaðarvara hér innanlands hækkaði hlutfallslega meira heldur en verð til útflutnings. Í stuttu máli hefur þróunin orðið sú, eins og ykkur kunnugt og allir vita af eigin reynslu, að verðbólga hér innanlands og verðlagsþróun hér innanlands varð með þeim hætti að sífellt lengdist bilið á milli þess verðs sem bændur þurftu að fá fyrir framleiðsluvöru sína og þess verðs sem fáanlegt var í útflutningi. Sök á þessu á, eins og ég segi, bæði verðlagsþróun hér innanlands og ennfremur verðlagsþróun erlendis í viðskiptalöndum okkar. Þar hefur, eins og raunar hér oft og tíðum, verið lagt mikið kapp á að halda niðri með ýmiss konar ráðstöfunum, opinberum ráðstöfunum, verði helstu neysluvara eins og til dæmis mjólkurvara og kjötfara. Og þetta hefur, ennfremur hefur þar haft mikil áhrif að í helstu markaðslöndum okkar sem frá fornu hafa verið löndin í Norður-Evrópu hefur verið vaxandi framleiðsla bæði á mjólkur og kjötförum og verið reistar ýmsar skorður við því að þessar vörur væru fluttar inn og að væri að ræða eðlilega samkeppni milli innlendra vara og aðfluttra. Þið þekkið áreiðanlega þá sögu að til skamms tíma þá seldu Íslendingar mest af sínu dilkakjöti til Noregs. Meðan að sú sala fór fram þá gaf hún betra verð heldur en, eða þar fékkst betra verð fyrir dilkakjöt heldur en á öðrum mörkuðum í Norður-Evrópu. Núna fyrir 2-3 árum þá lokaðist þessi markaður algjörlega, skyndilega, vegna þess að þá voru Norðmenn allt í einu farnir að framleiða sjálfir allt sem þeir þurftu að nota kindakjöti og heldur meira. Við þetta þrengdist mjög að markaði fyrir íslenskt dilkakjöt. Við berum okkur stundum saman við Norðmenn og Noreg í þessu efni og segjum frá því gjarnan að vegna þess að okkur finnst oft svo skoðun koma fram að framleiðsla á innlendum landbúnaðarvörum sé dýr, að nú í mörg ár þá hafa norskir bændur fengið miklu hærra verð fyrir dilkakjöt heldur en íslenskir bændur. Og Norðmenn, þeir nota margs konar styrki í sínu landbúnaði. Mér sagt að þeir fara sem sagt margar leiðir að því að gera bændum kleift að stunda vinnu sína, því þar það stefna að viðhalda byggð í aðalatriðum og þó að sé mikið talað styrkjakerfi í íslensku landbúnaði þá það hreinir smámunir miðað við það sem gerist í Noregi. Þar munu vera milli 20 og 30
tegundir styrkja sem veitt til landbúnaðar með einum eða öðrum hætti og framleiðendur á margvíslegan hátt studdir til framleiðslunnar. Tilgangurinn auðvitað sá að tryggja að þær vörur sem landbúnaðarvörur sem framleiddar í Noregi, þær séu framleiddar í því magni að ekki þurfa að verða þurrð á þó örðugleikar yrðu á innflutningi. Guðmundur Sigþórsson hefur þegar rætt verulega verðlagsgrundvöllinn og hann hefur minnst á verðlagsþróun. Ég hafði nú hugsað mér að það sem ég segði hér væri svona dálítið sundurlausir punktar og ég ætla að nefna nokkur atriði. Ef við tökum þróun síðustu ára, þá hefur það verið áberandi í þróun verðlagsmála í landbúnaði að rekstrarvörur til búanna hafa hækkað miklu meira heldur en kaup bóndans. Sérstaklega var þetta áberandi á árinu sem leið. Þá hækkuðu rekstrarvörur, svo tekið í dæmi, sem næst 65% frá upphafi árs til loka þess. Á sama tíma og kaupgjaldsliðurinn í verðlagsgrundvelli hækkaði svipað eins og hjá launþegum í landinu eða rúm 30%. Og þess vegna það að af því verði sem neytandinn greiðir fyrir landbúnaðarvörur sífellt minni og minni hlutur hinn raunverulegu laun eða hinn raunverulegu tekjur bóndans. Þetta veldur því meðal annars til viðbótar því sem Guðmundur talaði að niðurgreiðslur hafa mikil áhrif þegar að mæld verðlagsþróun í prósentum. Þetta veldur því að landbúnaðarvörur hafa orðið að hækka undir sumum kringumstæðum talsvert meira heldur en hið almenna verðlag og talsvert meira sérstaklega heldur en kaupgjald. Þáttur kaupgjalds í verðlagsgrundvellinum bundinn við breytingar á hinu almenna kaupgjaldi í landinu. Og eins og þið vitið vel og hafið fundið, þá gerðist það á síðastliðnu ári og það sem af þessu ári held ég megi segja, sérstaklega var það áberandi á síðastliðnu ári og ekki launungarmál að kaupmáttur minnkaði og það kemur auðvitað fram í því að vörur til heimilishalds þær hækka meira heldur en kaupgjald, þá minnkar kaupgetan. Nákvæmlega sama gerist í raun og veru á búi bóndans. Þegar að aðdrættir til búsins, þegar að þau aðföng sem að þarf til rekstrar búsins hækka meira heldur en kaupgjaldið, þá verða áhrif á verðlag ekki samstiga við hækkanir hins almenna kaupgjalds. Tími til að tala hér stuttur og annað sem ég langar að vekja athygli á vegna þess að það eitt af því sem verulega hefur rætt undanfarið, það sú uppbygging á dreifingu landbúnaðar, vinnslu og dreifingu landbúnaðarvara sem við búum við. Það má segja að langmestu leyti eru landbúnaðarvörur, innlendar landbúnaðarvörur matvæli, unnin og þeim dreift af samvinnufélögum sem eru í sameiginlegri eigu framleiðenda og neytenda. Við getum sagt að þetta alveg grundvallaratriði í allri vinnslu og dreifingu íslenskra landbúnaðarvara. Þar hefur ekki verið uppi sú samkeppni sem ýmsir trúa á til þess að halda niður vöruverði, heldur hefur 6 manna nefnd ákveðið vinnslu og dreifingarkostnað og með það fyrir augum, með það að markmiði að hvort tveggja gæti gerst að sá sem vinnur þessi verk hefði eðlilega laun fyrir sitt verkefni og gæti þá leið skilað bóndanum réttu verði. Auðvitað ykkur kunnugt það
að ef vinnslu- og dreifingarkostnaður í heildsölu hvort sem á mjólkurvörum eða kjötvörum verður meiri en gert ráð fyrir í verðlagningu, þá kemur það fram í því að það er ekki hægt að skila fullu verði til bóndans. Þetta hefur því miður oft verið að undanförnu og er sérstaklega áberandi fyrir árið sem leið. Þarna er auðvitað verðlagsyfirvöldum vandi á höndum og ég þora að fullyrða að 6-mannanefnd hefur tekið það verkefni mjög alvarlega að reyna að ákveða þennan kostnað þannig að í kostnaðarákvörðuninni fælist aðhald fyrir vinnslu- og dreifingaraðila jafnframt því sem væru þó möguleikar á að haga vinslun og dreifingunni þannig að hægt verði að skila fullu verði til bænda. Þetta hefur tekist misjafnlega og þróun síðasta ár bendir til þess að mjög erfitt verði að skila bændum fullu verði vegna framleiðslu þess árs. Ég ætla að lokum, því að tíminn líður mjög frá, ætla að lokum að sýna hérna einar 2 eða 3 glærur sem að sýna nokkuð skiptinguna á því eða hverjum neytendur borga þegar þeir eru að borga verð fyrir landbúnaðarvörur. Svona sjá, ég veit nú ekki hvort ég kann á þetta. Sjá. Kemur þetta, snýr þetta rétt? Nei, það snýr nú öfugt og þarf ekki sést af alla. Sjá. Það er hérna, ég ætla að sýna ykkur því miður, þá hafði ég ætla nú ekki að tefja ykkur lengi á þessu glæru, en ég hafði því miður ekki, það er nokkur til bendiprikk hérna. Ég hafði því miður ekki nógu góða glæru af því sem ég langaði að sýna hér og ég get ekki einu sinni lesið þetta almennilega sjálfur, en þarna er skipt. Þarna er skipt samkvæmt ákvörðunum 6-mannanefndar því sem að bóndinn fær fyrir vöruna. Af því eru 34% vinnulaun fjölskyldunar. Þarna eru 13, nú sést þetta, áburðurinn er 13%, ég skal ekki vera mjög lengi. Fóður er þarna 10% og svo framvegis, afskriftir eru 16%, það er næsthæsti liðurinn, fjármagnskostnaðurinn sem sett í búinu og ýmsir aðrir þættir. En það er af því verði sem bóndinn á að fá fyrir sína vöru þegar hann kemur með hana annaðhvort að mjólkurstöðvarvegg eða sláturhúsvegg er ekki nema rösklega 3/4 af því sem að var að kosta þá. Hinir 2/3 eru hinn ýmsu rekstrargjöld. Þessi glæra hér sem ég vona að þið hvernig kemur hún ekki svona? Sem ég vonaði sjá svolítið betur, það sýnir óniðurgreitt smásöluverð. Það er að segja innri hringurinn sýnir hvernig krónan skiptist sem nota til að kaupa innlendar landbúnaðarvörur. Ytri hringurinn sýnir, þessi mynd er síðan fyrirpartinu vetur og þessar myndir auðvitað breytast alltaf svolítið í hlutföllum þannig að þær eru ekki mjög lengi nákvæmar. Ytri hringurinn sýnir að neytandinn greiddi beint yfir búðarborðið 82,1% af verðinu sem að verðlagshlutfallar búið framleiðir, en í niðurgreiðslum komu þá 17,9%. Nú hefur þetta minnkað vegna þess verðhækkunar 1. mars án þess að niðurgreiðslur breytust. En innri hringurinn sýnir að af því verði sem neytandinn greiddi þá fékk bóndinn, það er að segja upp í vinnulaun sín og rekstrarkostnaðinn, sem ég nefndi áðan eru 2/3 af því sem hann fær, hann fékk 68,7%. Nú les ég þetta ekki einu sinni. Þetta eru sauðfjárafurðir, það er ekki rétt sem ég segja að vera heildar verðlagsgrundvelli, þetta eru sauðfjárafurðir. Smásölu álagning er aðeins 7,7% og það er rétt ég nefni það hér því það kemur áreiðanlega fram seinna og ég veit það og þeir vita það nú hérna frá versluninni að ég veit það að smásölu álagning á landbúnaðarvörur er mjög lág hér á landi.
Það menn eru ekki allir jafn ánægðir með það. Það ákvörðun 6 manna nefndar, hún skuli vera svona lág eða hafi verið svona lág. Nú búið að gefa hana part til frjálsa og ekki því að neita að smásalar hafi ekki verið ánægðir með sinn hlut og ég held hafi heldur ekki haft neina sérstaka ástæðu til að vera það. Slátur- og heildsölukostnaðurinn 21,8%. Slátur- og heildsölukostnaður að langmestu leyti vinnulaun. Langmestu leyti vinnulaun þess fólks sem vinnur við landbúnaðarframleiðsluna í þéttbýlinu. Það að segja vinnulaun í sláturtíð og vinnulaun við verslunina, heildsöluverslunina. Inn í það koma þó til dæmis frystikostnaðinu sem mikill og fjármagnskostnaður í sláturhúsunum nokkur. Og loks svo sjóðagjöld og annað slíkt 1,8%. Og hér ein lægra enn. Hún átti að sýna þá að hvernig slátur- og heildsölukostnaðurinn skiptist og þessa glæru tók ég af því það hafa verið tiltölulega miklar umræður það. Þetta unnið samkvæmt upplýsingum frá sláturhúsunum. Vinnulaun í sláturtíð 32,6% af heildarkostnaði þeim sem heitir slátur- og heildsölukostnaður. Það bein vinnulaun og launatengd gjöld í sláturtíð. Heildsölu- og skrifstofukostnaður, það að segja kostnaðurinn sem við bókhald í kringum þetta og söluna sjálfa á vörunni 20,2%. Þetta allt bókhald í sambandi við verslun bændanna með þessar vörur hjá sláturleyfishafanum og bókhaldið við sölu á þessu. Þetta vissulega stór liður líka. Það þó talsvert lægri liður. Síðan kemur fjárfestingarkostnaður eins og viðhaldið 4,3%, afskriftir og fjárfestingarvextir 8,1%. Fjárfestingarkostnaðurinn þó ekki nema rúm 8% af þessu. Síðan koma aðrir vextir og verðjöfnunargjöld sem koma 3%. Kjöt, skoðun, tryggingar og heilbrigðisskoðun. Það þarna 3,9%, frystingin 10,7%. Frystingin það eftir að skokkurinn kemur að frystihúsdyrum og sem sagt vinnan við að frysta kjötið og rafmagnið og húsnæðið við frystinguna. Þessi liður tiltölulega hár hjá okkur. Flutningar verði jafnaðir, þannig að kjöt jafndýrt hvort sem það kemur norðan á Langanesi eða hér ofan á Borgarfirði til Reykjavíkur 5,9% og svo ýmsir rekstrarliðir 8%. Nú góðir fundarmenn, ég nú þegar búinn að tala of lengi og þó margt ósagt sem ég hefði gjarnan viljað segja við ykkur, en ég læt máli mínu lokið að þessu sinni. Já, Ingi Tryggvason hefur lokið máli sínu og þá komið að fulltrúum dreifingaraðilina í framsögunni hérna og næstu tekur til máls Ólafur Sverrisson fjöldlisturinn. Fundarstjórar heldur, góðir fundarmenn. Nú þegar ég var beðinn að flytja hérna tölu sem helst mátti ekki standa nema í 10 mínútur, þá náttúrulega gaf leið að það var ekki hægt að taka mjög nákvæmlega fyrir svo við áttu umsvifað mikið mál sem þetta verðlagsmál landbúnaðarins. Svo ég ætla nú að snúa mér fyrst og fremst að sláturhúsmálum. Nú, og það fyrst og fremst út frá þeirri reynslu sem ég hef frá Kaupfélagi Borgfirðinga og víðar að vísu. Nú, langstærsti sláturleyfishafinn hér á landi Sláturfélag Suðurlands sem slátrar 160.000 fjár á síðastliðnu ári og sú slátrun fer fram á 7 stöðum. Þar næst Kaupfélag Borgfirðinga sem tæplega hálfdrekkingar á við þá með 75.000 kinda slátrun á síðastliðnu hausti en hún fer all fram á einum stað sem satt hér í Borgarnesi
Hér erum við því með langstærsta sláturhúsið í landinu. Næst á eftir okkur kemur sláturhúsið á Blönduósi með 53.000 kinda slátrun. Mér finnst ástæði til að vekja athygli á því að áður en þetta sláturhús sem við notum í dag, við erum búin að nota í 17 ár, að þá var slátrað hér á verslunarsvæði Kaupfélags Borgfirðinga í 10 sláturhúsum. Og það gefur auga leið að einhvers staðar við frumstæðar aðstæður eins og þetta nú var oft á tíðum hefur verið áfægt vöruvöndun, meðal annars fyrir það að frystihús voru ekki yfirleitt við sláturhúsin. Nú þetta nú liðin tíð en kostaði þessi breyting, bylting vil ég segja, hún kostaði sína fjármuni og sína fyrirhöfn og oft voru nú menn óánægðir yfir því að missa sláturhúsið úr sveitinni sinni. Nú en út af þessari miklu sameiningu sem að hér varð á þessum árum þá var tekin sú stefna og hefur verið haldið síðan að jafna flutningskostnaði á sláturfé, en eins og kunnugt þá á bóndinn að bera flutningskostnað á fénu að sláturstað og þegar að svona mikil sameining átt sér stað eins og hér var þá þótti þetta eðlilegt. Sláturhúsið ber síðan ábyrgð á fénu frá því að kindin komin í réttina og alveg fram á heildsölustig. Nú við skráningu, meðhöndlun alla og alla flutninga og þess áttar eru 200 starfsmenn hjá okkur í Kaupfélagi Borgfirðinga og við vinnum eftir svokalluðu bónuskerfi sem vaxta afkasta auka hvetjandi launakerfi og hefur verið notað á annan áratug og gefist hér býsna vel. Og til þess að þetta gangi nú ekki út yfir gæðin á verkinu þá hefum við tekið upp gæðabónus jafnframt. Nú slátrun sauðfjár stendur yfir 7 til 8 vikur og einna lengst hér hjá okkur í Borgarfirði miðað við og lengur heldur en yfirleitt en oftast þetta svona 4 upp í 6 vikur í sláturhúsunum. Nú þar fyrir utan svo stórgripasláturinn sem vikurnar fyrir sauðfjártökuna og svo í nóvember og desember. Takk. Nú Ingi Tryggvason sagði frá því hér á hvernig salan gengur, hversu hátt verð verður í lokin. Og hið svokallaða verðlagsgrundvallarverð í raun og veru bara áætlun sem við auðvitað reynum svo að ná. Og þó það svo að ef að betur tekst til en svo að hægt sé að bara skila grundvallarverði þá skilað meiru séu fjármunir til þess. Það hefur nú því miður ekki verið oft en þó komið fyrir og því miður þá hefur það borið við meira í seinni tíð heldur en þó að áður að það hefur vantað upp á verðið. Nú eins og ég sagði það var hér afurðir teknar með umboðssölu, teknar í umboðssölu og greitt út af þær eftir því sem að inn kemur. Hér hjá okkur í Borgarfirði höfum við greitt 75% grundvallarverðs strax á haustdögum og bætt svo við það smátt og smátt eftir því sem að inn hefur komið og síðustu áramót var búið að greiða 83% haustgrundvallarverðsins. Nú það auðvitað ákaflega alvarlegt máli ef að það vantar upp á verði því að það gengur beina leið út yfir launalið bóndans. Hann getur ekki skorið niður tilkostnað hjá sér þó að upp á verði vanti, hann sá sami hvað sem því líður og ef að það vantar 5%, ef maður gefur sér það að það vanti 5% upp á verðið þá þýðir það 13,2% af launum bóndans í skerðingu.
Verðlagsmálin í höndum 6 manna nefndarinnar eins og fram hefur komið og á síðast liðnu ári og hausti var ákveðið að slátrunar og heildsölu og dreifingarkostnaður skyldi vera á kíló dilkakjöts 30,55 kr. Þetta fannst nú mörgum býsna mikið og við fengum það stundum framan í okkur í sláturtíðinni í haust og það væri nú hægt að gera góðan business með því að fá 400 krónur fyrir dilkinn. Nú, þessi liður þó ekki nema eins og kom fram hjá Inga áðan 21,7%, þetta ekki rétt, já, af verðmæti dilksins. Við höfum í Kaupfélagi Borgfirðinga gert nákvæma athugun á því hvernig kostnaður við slátrun stórgripa skiptist milli beins sláturkostnaðar og svo verðmæta tengds kostnaður. Og í þeim rekstri virðist okkur að skiptingin sé 40% raunverulegur slátrunarkostnaður og 60% í annan kostnað. Því miður þessu misþyrmt dálítið þegar talað slátrunarkostnað. Þetta ekki helmingurinn af þessu slátrunarkostnaður. Mér þykir líklegt og ég hafi ekki tölur það hér við endina að kostnaðurinn við sauðfjárslátrunina skiptist eitthvað svipað á milli verðmætakostnaðar og beins slátrunarkostnaðar. Og sé það rétt, þá hinn raunverulegi slátrunarkostnaður ekki nema 171 króna á 14 kílóa lamb. Og menn geta rétt ímyndað sér hversu miklir fjármunir það eru, menn geta alveg undir eins átta sig á því að fyrir slíka upphæð fá menn ekki mikið, ekki einu sinni efni í graut fátæka mennsins hvað þá meira. Enda þetta 11% álag á grundvallarverðið. Það ekki meiri álægning en það ef að nota má það slæm orð til þess að standa undir beinum slátrunarkostnaði. Til samanburðar ekkert úr vegi að nefna það að heildsölu álægning á hveiti jú 8% og sælgæti 11%. Og hvort meira verk að slátra einni kind eða að meðhöndla á heildsölustigi einn selgætiskassa. Nú, en lausleg athugun hjá okkur á sauðfjárslátruninni þannig að beinn slátrunarkostnaður hann af heildarkostnað okkar 22%. Og umbúðir, geymsla, rýrnun og þess háttar 15%. Sölukostnaður, flutningskostnaður, skrifstofukostnaður og annað þess háttar 22%. Húsnæði 11% og vaxtakostnaður, voru háir vextir á síðastliðnu ári. Þetta framleiðslan 1982, þannig að þetta nær frá haustinu 1982 til uppgjörsloka sem var síðustu áramót. Vaxtakostnaður var 24% og verðjöfnunargjöld og þess háttar 5%. Þannig að þó að þetta sé nú ekki nákvæmt þá ber þetta með sér að hinn raunverulegi slátrunarkostnaður lítill hluti af beinum kostnaði, af heildarkostnaðinum. Nú, kröfur til vinnslustöðva landbúnaðarins hafa sífellt farið vaxandi. Það gerðar kröfur að hús séu sómasamleg, flísalagnir og hitt og þetta tilkomi núna sem ekki var nú talið nauðsynlegt áður og það alveg hægt að líta á slátrunarstörf sem óþrifaverk. Þvert á móti þar eitt hins mestar hreinlætis í umgengni vinnubrögðum og klæðnaði og hefur því orðið að fara út á það að sláturhúsin þau skaffa sínu starfsliði klæðnað. Nú, það vandamál í sláturhúsunum hversu stutt sláturtíðin
Það stundum verið að miða okkur við nýsjálendinga í vinnubrögðum við sauðfjárslátrun og það ævinlega okkur óhagstætt. Enda eðlilegt því hjá þeim slátrað meiri hluta ársins og þannig að fólk gefur sig út í þetta sem aðal atvinnu. En hér þetta íhlaupa vinna að miklu leyti. Og ef að það væri nú hægt að lengja sláturtíðina upp í 2-3 mánuði, þá væri útkoman hjá okkur í sláturhúsunum talsvert önnur heldur en hún Og það gefur auga leiða þegar kröfurnar eru þær sömu og þar, þá kemur til dæmis fjármagnskostnaður allt öðruvísi og miklu þyngra niður á okkur á hverja einingu heldur en gerist hjá þeim hinum megin á hnettinum. Það mundu líka með lengingu sláturtíðar skapast möguleikar á því að selja meira af fersku kjöti heldur en nú þó að Íslendingar margir hverjir getur nú helst ekki hugsað sér að kaupa dilkað kjöt nema þessi búið að frysta það fyrst, það nú svo merkilegt. Nú veit ég ekki alveg hvað líður tímanum ég hefði kannski átt að koma hér aðeins inn á rekstur mjólkursamlagana, en ég hafði nú ekki búið mig undir það. Þau eru auðvitað mjög stór þáttur í hinum svo kallaða milliliðakostnaði og hér í Borgarnesi höfum við eitt slíkt og það býsna vel úr garði gert að ég tel. Það tvísýnt að mér sagt það hvort að bændur fái fullt grundvallarverð fyrir mjólkina frá síðastliðnu ári, sérstaklega á svokölluðu öðru verðlagssvæði sem utan mjólkursamsölusvæðisins. Mjólkursamsölusvæði nær austan úr Skaftafellssýslu og hingað vestur í Gilsfjörð. En ég fagna því að þessi fundur haldinn og vona að hann sé umræður þessi mál séu af hinu góða og mér dettur ekki í hug að hafa á móti því að ræða við fulltrúa neytenda rekstur okkar landbúnaðarvinnslustöðvar því að þeir eru þar neytendur eru þar að stórir aðilar því að á þeim byggist nú að rekstursgrundvöllurinn undir þessum vinnslustöðum og við megum því ekki taka þeirra ábendingum með þagn og þolinmæði þó að stundum þurfi kannski að taka á þolinmæðinu. Ólafur Sverrisson hefur lokið máli sínu. Ég vil minna fundamenn á það að loknum framsöguræðum að þá gefst þeim kostur á að taka þátt í umræðum og koma fyrirspurningu til ummælenda. Svo ég vil benda mönnum á að fara nú að punkta hjá sér svoleiðis að ekki komin eitt hlé í fundin þegar framsögumenn hafa lokið sínum framsöguræðum. En næstu tekur til máls Jóhannes Jónsson, formaður félags kjötverslana. Fundarstjórar, ágætu fundargestir. Ég var beðinn að koma hingað til þess að ræða aðeins málefni verslunarinnar gagnvart landbúnaðarafurðum. Nú eins og fram hefur komið að þá hefur 6 manna nefnd ákveðið verð á landbúnaðarafurðum í heildsölu og smásölu. Alveg fram undir það síðasta, en núna þegar að síðasta verðlagning fór fram þá skeðu þau gleðilegu tíðindi að okkur var falið að verðleggja sjálfum hina ýmsu hluta dilksins og nautsins í smásölu. 6 manna nefnd hins vegar ákveður áfram smásöluverð á dilkum í heilu og hálfu og nautgripakjöti í heilu og hálfu. Nú,
það sem að hefur skeð að við höfum verið dæmdir í gegnum tíðina og ekki vil ég segja að það sé eingöngu af þeim í 6 manna nefnd. Það hefur verið ríkisstjórn á hverjum tíma sem að hefur sett þeim lífsreglur hvernig þeir eiga að verðleggja hina ýmsu hluti svo að hægt sé að nota það til þess að hafa áhrif á laun eða það að segja vísitölun í landinu. Nú hins vegar annað upp á teningnum og það stefna. Matvöruverð hefur verið gefið frjálst í smásölu en hitt annað mál að pakkin ekki allur frjáls. 6 manna nefnd ákveður áfram smásöluverð á mjólkurafurðum sem að vega mjög þungt í smásölunni og þetta höfum við gert kröfu að verði alfarið frjálst í pakkanum. Þannig að þessi agnúi verði ekki eftir. Við viljum númer 1 að viðskiptavinurinn eigi þess kost að greiða smásölukostnaðinn á hvern þann lið sem hann kaupir. Við teljum að það sé ekki eðlilegt að sá sem að kaupir græna baunadós að hann sé að greiða smásöludreifinguna á mjólkurlítrunum eða hverjum öðrum hlut sem að ekki fær að bera réttan smásölukostnað. Þannig að ég tel að málin séu á réttri braut okkur til handa og við fögnum því sem að seljum og ég tel að það verði ykkur neytendum til góðs. Þið fáið að greiða hvern hlut eins og hann kostar. Takk fyrir. Jóhannes Jónsson hefur lokið máli sínu. Þá komið að fulltrúa neytenda í þessari umræðu og þá fyrst talar Björn Björnsson, hagfræðingur ASÍ. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Fyrir 100 árum var þéttbýli nánast ekki til í þessu landi. Við vorum fyrst og fremst bændaþjóð og bjuggum þar á leiðandi ákaflega dreifðri byggð. Breytt tækni, ný atvinnutækifæri í sjávarútvegi og framleiðnibylting á sviði landbúnaðar dró fólki úr sveitum landsins og á mölina. Það kom stríð sem ýtti undir þessa þróun og enn annað stríð herti á. Tækifærin gáfust við sjávarsíðuna en sveitirnar sátu eftir bæði í félagslegu og efnalegu tilliti. Í krafti þess að stjórnskipun landsins fylgdi ekki þeirri breytingu sem búsetubreytingunni hefði átt að fylgja, varð hér til landbúnaðarrómantík. Kjarni þessara stefnu var að við værum svo efnalega ríkir og svo menningarlega snauðir að eðlilegt væri og nauðsynlegt að halda hér uppi landbúnaði umfram þarfir okkar sjálfra. Við ættum með öðrum orðum að framleiða framleiðslunar vegna en ekki vegna þess að markaðir gæfust fyrir afurðir. Þetta hugarfar ákaflega hættulegt og það hefur reynst okkur Íslendingum æði dýrkeypt. Það á stundum eins og menn vilji ekki gera sér grein fyrir því sem þó ættu að vera augljós sannindi að helsta forsenda bættra lífskjara í þessu landi að gætt sé hagkvæmni í rekstri á öllum sviðum. Afneiti menn þessum sannindum getur aldrei vel farið hvort sem við lítum til þjóðfélagsheildarinnar eða einstakra hagsmunahópa eða atvinnugreina. Lögin framleiðsluráð sá rammi sem landbúnaðarstefnan og verðákvarðanir búvara byggja á. Þessi lög stuðla ekki að hagkvæmni í búvöruframleiðslu, heldur þvert á móti. Í þeim ákvæði sem beinlínis ætlað að draga úr framleiðni og þetta ekki aðeins óhagkvæmt frá sjónarmiði neytenda, heldur einnig sé það skoðað af sjónarhóli framleiðandans.
Í þessum lögum jafnframt ákvæði sem hefur leitt til þess ófremdar ástands að búvöruframleiðslan hefur á stundum farið langt fram úr því sem hagkvæmt getur talist fyrir okkur, framleiðendur og neytendur. Þótt ekki sé nema af þessum ástæðum, tveimur ástæðum, hlýt ég að telja að þetta séu vond lög og þess vegna eigi að breyta þeim. Fyrir 5 árum var svo komið að framleiðsla kindakjöts var 50% umfram innanlandsneyslu og mjólkurframleiðslan 25%. Það verð sem fáanlegt var fyrir þessar afurðir á erlendum mörkuðum var ekki nema þriðjungur af framleiðslukostnaði og í sumum tilvikum svo lágt að það borgaði ekki vinnslukostnað. Hvernig gat þetta gerst? Það í mínum augum ljóst mál að við eðlilegar markaðsaðstæður hefði þetta aldrei getað gerst. Við þurftum að búa aðstæðurnar til og það var gert með ákvæðinu 10% verðábyrgð ríkissjóðs vegna útflutnings landbúnaðarafurða. Ef ég man rétt var þessu ákvæði á sínum tíma laumað inn með bráðabirgðalögum í framleiðsluráðslögi. Það líka rétt að rifja upp að þegar þáverandi ráðherra landbúnaðarmála mælti fyrir lögunum taldi hann það fásinnu að ætla að þessi verðábyrgð yrði nokkru sinni nýtt að einhverju marki, hvað þá að til þess myndi koma og að hún yrði notuð í botn ár eftir ár og dygði þó ekki til. Þetta ákvæði laganna framleiðsluráð hefur kostað neytendur ótaldar hundruðir milljóna á síðustu árum og áratugum. Fyrir það hlæja frændur okkar Færeyingar að okkur og bíða með stórar frystikistur eftir íslensku ódýru kjöti. Þetta ákvæði á að falla brott úr lögunum, við höfum einfaldlega ekki efni á því að greiða niður mat í útlendinga. Alþýðusambandið stóð fyrir nokkrum árum að tillögugerð sem fól í sér að úr verðábyrgð ríkissjóðs yrði dregið í áföngum á 5 árum. Ef að þessum tillögum hefði verið farið, hefði verðábyrgðin í ár numið 2% af verðmæti búvöruframleiðslunnar hið mesta. Á þessar tillögur var einfaldlega ekki hlustað af forsvarsmönnum framleiðenda. Þeir risu upp á afturfæturna og settu fram kröfur þess efnis að 10% hámarkinu yrði breytt í lágmark, að verðábyrgðin yrði ótakmörkuð ef ríkisstjórnin markaði ekki rétt gagnvart framleiðsluráði og punkturinn yfir ið var að þeir vildu bæta 1% við binginn sem fyrir var. Við þessum kröfum var til allrar hamingju ekki orðið, en það ábyrgðarleysi af þessu tagi sem neytendur súpa seyðið af og nokkur furða þótt einhverjum svelgist á. Nú rétt að taka fram að á síðustu árum hefur verið dregið verulega úr framleiðslu, einkum mjólkurframleiðslu, þannig að nú hillir undir að jafnvægi geti komist á framleiðslu og eftirspurn mjólkurafurða. Kvótakerfið hefur því vissulega komið að gagni, en ég bendi á að þetta kerfi óbrúklegt til lengdar vegna þess að það byggir á því grundvallaratriði að óbreyttur fjöldi framleiðenda framleiði minna magn afurða en þeir gerðu áður. Kvótakerfið felur þess vegna í sér að framleiðni hlýtur að minnka. Það bindur hendur þeirra framleiðenda sem geta náð aukinni hagkvæmni í búrekstri og þess vegna ótækt stýritæki til lengdar. Eina varanlega og vitræna lausnin á framleiðslumálum landbúnaðarins að framleiðslan lagi sig að þörfum og kröfum markaðarins. Þeir framleiðendur sem óhagkvæmastan hafa reksturinn verða að laga sig að breyttum aðstæðum og hverfa að öðrum arðbærari búgreinum eða til starfa á öðrum sviðum og til þess þurfa þeir aðstoðar við. Mér hefur hér að framan orðið nokkuð tíðrætt þann ramma sem landbúnaðarstefnan og þar með verðákvörðun búvöru hvílir á. Ég lít svo á að formið skipti þar litlu máli. Ef stefnan röng getur niðurstaðan aldrei orðið annað en röng. Þess vegna dró Alþýðusamband Íslands fulltrúa sinn út úr nefndinni, 6 manna nefnd fyrir nærri 2 áratugum. Þess vegna hefur miðstjórn Alþýðusambandsins líka nýlega hvatt Sjómannafélag Reykjavíkur til þess að draga sinn fulltrúa út úr nefndinni. 6 manna nefnd nátt tröll. Hana hefur dagað uppi vegna rangrar stefnu
og vegna þess að verðákvörðunin ríkskorðuð af lögum, af eigin ákvörðunum nefndarinnar gegnum árin og vegna þess að margt hefur breyst í þjóðfélaginu frá því nefndin var sett á laggirnar. Ég með þessu á engan hátt að vega að þeim einstaklingum sem nú sitja í nefndinni af hálfu neytenda sem svo kallað. Það eru allt hinir mætustu menn. En ég bendi á að Landssamband iðnaðarmanna var á sínum tíma blandaður félagsskapur launþega og meistara. Nú eru aðstæður breyttar þannig að Landssambandið nú hreint atvinnurekenda félag. Með allri virðingu fyrir Sjómannafélagi Reykjavíkur bendi ég á að þegar til 6 manna nefndar var stofnað var Sjómannafélag Reykjavíkur stærsta hagsmunafélag sjómanna. Síðan hefur Sjómannasamband Íslands verið stofnað. Þriðji fulltrúi neytenda í 6 manna nefnd ráðherra skipaður í sæti Alþýðusambandsins. Þá þess að geta að burtséð frá skipunaraðila hefur þess gætt að menn sætu býsna lengi í nefndinni mun lengur en æskilegt getur talist í sumum tilvikum. Ofan á þetta bætist að þessi neytendafulltrúar hafa orðið að sinna þessum störfum í hjáverkum og þeim hefur ekki verið sköpuð nein aðstaða eða aðstoð til þess að sinna nefndastörfum en gagnaaðilar í nefndinni ráða yfir fjölmennu starfsliði og vasast daglega í þeim málefnum sem nefndastörfin varða. Aðstaðan hefur því verið afskaplega ójöfn og með öllu óeðlileg. Það líka ljóst mál að mikilvægt að þeir menn sem veljast til þessara starfa eigi bakhjarl í sterkum félagssamtökum neytenda. Ég tel að verkalýðssamtökin eigi og geti skipað þann sess sem neytendum ber við verðákvörðun búvöru. Neytendasamtök hafa lengst af verið tiltölulega máttlítil hér á landi en á síðustu árum hefur þeim þó vaxið verulega fiskur hrygg. Ég tel sjálfsagt og eðlilegt að verkalýðshreyfingin og neytendasamtökin taki upp nána samvinnu og samstarf ekki bara í þeim málum sem varða verðákvarðanir á búvörum heldur einnig á öðrum sviðum. Góðir fundarmenn. Ný stefna í málefnum landbúnaðarins forsenda þess að verðákvarðanir geti orðið skynsamlegar. Þessi stefna á að mínu viti að grundvallast á því að Íslendingar séu sjálfbjarga brýnustu nauðsynjar í mat en framleiði ekki umfram innanlandsþarfir enda ljóst að hagkvæmir markaðir erlendis hafa ekki fundist þrátt fyrir áratuga leit. Á grundvelli þessara stefnu geta allir orðið sammála að framleiðendur búvöru eigi að búa við sambærilega afkomu og verkafólk og iðnaðarmenn. Verðákvarðanir eiga að byggjast á þessum megin atriðum og þær eiga að vera niðurstaða samninga, neytenda og framleiðenda með þátttöku ríkisvaldsins. Takk fyrir. Björn Björnsson hefur lokið máli sínu. Ég vil benda fundarmönnum á það að þeir geta keypt kaffi hérna og meðlæti. Það verið að koma með það hérna inn í salinn og það kostar 165 krónur. Þá tekur til mál síðastir frummælandi og það Jón Magnússon, formaður Neytendasamtaka. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég vil byrja á því eins og ýmsir framsögumenn hafa gert hér á undan mér að þakka þeim sem hafa boðað til þessa fundar. Ég tel það ákaflega nauðsynlegt í jafn mikilvægu máli eins og hér fjallað að það sé rætt af einurð, öfgalaust og það sé leitað þeirra lausna sem hentugastar þykja. Ég hygg að það hafi á það skort nokkuð að talsmenn landbúnaðarins hafi gert sér nægjanlega vel grein fyrir þeirri viðhorfabreytingu eða þeim almennu viðhorfum neytenda og hversu fjarri málflutningur þeirra oft á tíðum að geta náð eðlilegum hljómgrunni eða standast það sem við getum kallað staðreyndir málsins. Björn Björnsson hefur í skeilegri ræðu hér áður lýst því hvernig kerfið byggt upp, þannig að ég ætla ekki að endurtaka það sjálfu sér. Ég ætla hins vegar að nefna nokkur atriði sem mér finnst að hljóti að skipta máli og vekja fólk til umhugsunar það
hvort að það sé ekki eitthvað ábótavant og hvort að það megi ekki eitthvað betur fara í sambandi við landbúnaðarmál heldur en nú er. Í fyrsta lagi, vegna þess að hér hefur verið komið með ýmsar samanburðartölur, settar á filmur ýmsar tölur það hvernig ákveðnir hlutir skiptast og svo framvegis, að þá hygg ég að mergurinn málsins sé sá, og það er spurningin það, varðar lífskjör í landinu, hvernig launaþróun er annars vegar og hvernig verðþróun á mikilvægustu neysluvörum fólksins er hins vegar. Á síðustu 10 árum hefur nýmjólk hækkað 3 sinnum meira heldur en laun í landinu. Þá ber að vísa taka tillit til þess að niðurgreiðslur hafa lækkað á tímabilinu, en samt sem áður þá er þetta ógnvekjandi hækkun umfram laun. Dilkakjöt hefur hækkað 2,5 sinnum meira heldur en laun á þessu tímabili. Svona geta hlutirnir ekki gengið áfram. Á sama tíma, og þetta gerist, að þá kemur til dæmis fram að bóndinn og hans hlutur í verðmyndunarkerfinu er stöðugt að minnka. Í frétt í Morgunblaðinu frá 20. október síðastliðinn þá var greint frá 15% hækkun kindakjöts en hlutur bóndans út úr því var aðeins 0,8%. Hlutur bóndans í verðlagningargrundvellinum hefur lækkað úr 55% og niður í 34, í kringum 34,1% sem hann er nú. Björn gerði útflutningsuppbætur og niðurgreiðslur að nokkru umræðuefni. Í því sambandi vil ég geta það að í nýútkomnum ríkisreikningi fyrir árið 1982 er að finna upplýsingar þess efnis að greiddar hefði verið 172 milljónir króna í uppbætur á landbúnaðarafurðir en sama ár nam útflutningur landbúnaðarafurða aðeins 107 milljónum króna, þannig að mun meira var borgað til af þessum afurðum en fengst fyrir þær á almennum vettvangi, erlendu vettvangi. Ef við síðan skoðum ákveðnar tölur í sambandi við niðurgreiðslur og útflutningsuppbætur og setjum það í annað samhengi, að þá liggur fyrir að ef að sleppt væri útflutningsuppbótum og niðurgreiðslum, þá mætti lækka söluskatt 6,5% stig. Sem dæmi. Þessi útgjöld til niðurgreiðslna og útflutningsuppbóta samsvarar 63% af öllum útgjöldum til menntamál í landinu. Þau svara til 28% af öllum útgjöldum til heilbrigðis- og tryggingarmála. Ég hygg að það sjáist að þessu að þetta kerfi getur ekki staðist til lengdar. Þarna verður að breyta til. Ég hygg að það sé út í hött að halda því fram að niðurgreiðslurnar séu tilorðnar til hagsmuna fyrir neytendur. Niðurgreiðslurnar breyta að töluverðu leyti neyslumunstrinu og þarna er fyrst og fremst ákveðið hagstjórnartæki að ræða og ekki það að ræða að þetta sé verið að setja þetta á eða tilkoma þessara niðurgreiðslna sé og hafi verið settar með hagsmuni neytenda að leiðarljósi. Ég hygg að hinn upphaflegi tilgangur með miðstýringunni í landbúnaðarkerfunni hafi átt vissan rétt á sér, en ég hygg að það sé fyrir bí í dag. Í raun hefur bóndinn og vinnslustöðvarnar verið tengdar saman í eitt. Vinnslustöðvarnar í raun ekkert annað en ákveðin iðnfyrirtæki og ég tel það vera út í hött að tengja saman annars vegar kostnað bóndans og síðan vinnslustöðvarnar og fá síðan út eitt heildardæmi. Ég hygg að þarna verða að skilja á milli. Í raun hefur þetta þýtt það að vinnslustöðvarnar hafa búið við afkomutryggingu og þær hafa getað lagt út í þá fjárfestingu sem að þeim hefur þóknast hverju sinni án þess að þurfa að hugsa mikið það hvort að þetta væri hagkvæmt eða óhagkvæmt. Við skulum skoða sem dæmi. Forsætisráðherra skýrði frá því fyrir stuttu að það væri búið að byggja sláturhús með öllum fullkomnustu tækjum sem síðan stæði meira og minna ónotað.
Það er verið að reisa eitt stærsta iðnfyrirtæki í Reykjavík nú þessa dagana, mjólkurstöð, á meðan mjólkurstöðvar víða standa hálfnýttar eða ónotaðar. Á meðan liggur það fyrir að fjárfestingin varðandi vinnslustöðvar í mjólkuriðnaði er 20% of mikil miðað við skýrslu Hagvangs, en það samsvarar til mjólkurstöð KEA, svo dæmi sé nefnt. En allt þetta gengur og allt þetta er hægt að byggja upp vegna þess að við búum við þannig kerfi að vinnslan hefur afkomutryggingu. Ég hygg að það sé ekki bara neytendur sem verða að borga, heldur bændur líka þegar upp er staðið. Ef við lítum á samanburð við önnur lönd, og nú vil ég taka það fram að ég tel það ekki réttlátt alfarið að bera íslenska landbúnað saman við til dæmis landbúnað í Noregi eða Svíþjóð, en það verður þó að hafa ákveðna viðmiðun. Við vitum að hver þjóð býr við mismunandi aðstæður, það eru mismunandi styrkir, það eru mismunandi rekstrargjöld sem koma, landgæði eru mismunandi, en ef við skoðum verðsamanburð á mjólkurvörum á Íslandi, Noregi og Svíþjóð, að þá kemur til dæmis í ljós að smjör er hér 300% dýrar en í Noregi og 230% dýrar en í Svíþjóð. Nýmjólk er 29% dýrari en ef að tekið tillit til niðurgreiðslu og söluskatts, að þá er hann 54% dýrari. Þá liggur það fyrir að í þessum löndum er kaupgjald töluvert hærra heldur en hér á landi. Þetta þýðir í raun að þessar brýnustu neysluvörur fólksins í landinu eru mun dýrari og taka mun meira af heildarlaunum fólksins heldur en í okkar nágranna löndum. Það er því ákaflega brýnt að geta náð niðurverð á landbúnaðarvörum. Það er þannig að allavega kaupgjaldið þróist hraðar upp heldur en verðhækkanir á landbúnaðarvörum. Og spurningin er, með hvaða hætti er þetta hægt? Ég tek undir það sem sagt hefur verið hér áður, að ég tel nauðsynlegt að bændum verði tryggð eðlileg og helst sem best lífskjör. En spurningin er þar líka hvort að ekki sé nauðsynlegt til þess að hægt sé að byggja upp landbúnað þannig að þeir sem við landbúnað vinna geti haft eðlilega afkomu. Er þá ekki nauðsynlegt að búum fækki, að þau stækki? Getum við haldið áfram í þessum farvegi? Getum við haldið áfram í þessum farvegi án þess að það leiði til að við verðum mun dýrari landbúnaðarvörur en við annars þyrftum að vera? Og hvað erum við lengi reiðubúin til þess að greiða þann kostnað sem að Björn sagði að stafað af eins konar sveitarómantík? Ég að það sé nú kannski ekki það, bara hlutirnir gerðust svona, menn áttuðu sig ekki alveg nægilega fljótt á því að hlutirnir voru komnir úr skorðum og það þurfti eitthvað að gera til að breyta. Bændasamtökin hafa verið of treg og stöð í því að gera umbætur og ég hygg því miður að þessi íhaldssemi bændasamtakana, eða ég held að það sé hætt á því að þessi íhaldssemi bændasamtakana geti leitt til slæmrar hluta fyrir þá sem að landbúnað stunda ef þau breyta ekki stefnu sem fyrst. Varðandi verðlagninguna langar mig til þess að segja nokkur orð til viðbótar við það sem rætt hefur verið varðandi 6 manna nefndina. Og það er í raun það að verðlagningin hún byggir meira og minna á einhverjum tölum sem að ekki eru raunverulegar. Þannig segir í skýrslu sem að ég hef undir höndum frá Hagvangi athugun á vinnslu og dreifingarkostnaði mjólkurvara að þar segir ákvarðanir 6 manna nefndar varðandi vinnslu og dreifingarkostnað mjólkur í verðlagningu mjólkurvara er því ekki byggður á upplýsingum raunverulegan framleiðslukostnað einstakra vörutegunda. Heldur er einvörðungu stuðst við upplýsingar mjólkursamsölunar heildarvinnslu og dreifingarkostnað allrar innveginar mjólkur á mjólkursölusvæði 1. Þessi skýrsla og það sem fram í henni kemur styður í raun allt það sem að Björn sagði hér áður varðandi 6 manna nefndina
og takmarkaða möguleika svokallaðra fulltrúa neytenda á því að fylgjast með og geta tekið eðlilegan þátt í starfi sexmannanefndar eins og þeir þyrftu að gera til þess að jafnræði væri. Og þar erum við konur á ákveðnum punkti sem að ég hygg að við megum ekki gleyma. Að það er mikilvægast á markaðnum að það er ekki jafnræði. Þannig að það sé tekið tillit til sjónarmiða framleiðanda, söluaðila og neytenda. En einn aðilinn geti ekki meira og minna ráðið öllu. Landbúnaðurinn á vissulega við mörg vandamál að stríða, en það er okkar skylda að reyna að leysa þau vandamál, ekki hnýta hnútana fastari. Eins og ég sagði áðan, þá hygg ég að hluti af lausninni liggi í því að búum fækki. Það verður þá að standa þannig að því að þeir sem bregða vilja búi geti selt sínar jarðir á matsverði. Það er útilokað að menn standi öreigar eftir langt lífsstarf og það verður að skapa aðstæður til þess að fólk sem stundar landbúnaðarstörf geti notið hugvits, dugnaðar og fjárfestingar þannig að það fái eðlilega og sem besta afkomu. Þetta tel ég vera mikilvægustu hlutina í þessu sambandi. Í sambandi við dreifinguna og dreifingarkostnaðinn þá hygg ég að það þurfa að breyta frá því jöfnunargjöldum sem gilda, sérstaklega hvað snertir mjólk. Ég geri mér grein fyrir því að svona breytingar mega ekki gerast í einu vetfangi. Það verður að gera það á nokkru tímabili til þess að það skapa ekki allt of mikla erfiðleika á markaðnum. Mér finnst til dæmis ekkert vit í því, af því að nú var greint frá því hvað var mjólkursölusvæði 1. Mér finnst ekkert vit í því á mjólkursölusvæði 1 að það þurfi stöðugt að vera að ryðja veg að Kirkjubæjarklaustri til þess að ná í nokkra mjólkurlítra þangað. Hvað kostar þetta? Hvað mikill aukinn kostnaður leggst á mjólkurlítran til neytandans vegna þess að við höfum skipulagt hlutina svona. Ég hygg að það sé akkúrat umhugsunarefni fyrir bændafólk hér á þessu svæði sem liggur ákaflega vel við, hvort að það sé eðlilegt að þeir með sinni framleiðslu séu að niðurgreiða framleiðsluvörur fyrir bændur sem búa óhagkvæmum bújarðum. Ég tel að miðað við efnahagsástandið og framtíðan möguleikana sem við blasa við okkur, að þá er þetta of dýr lúxus við verðum að breyta til. Það er langt síðan að stjórnmálamenn fóru að benda á það að það gæti ekki gengið til lengdar að við varum að framleiða stórkostlega niðurgreiddar vörur til útflutnings. Það er engin ágreiningur um það að íslenska þjóðin verður að viðhalda landbúnaði. Það er engin ágreiningur um það að það fólk sem að landbúnað stundar á að hafa sínar tekjur og á að hafa helst sem bestar tekjur. En það er bændum sjálfum til mestrar óþurftar ef þeir þurfa að leiðast út í framleiðslu sem verður þjóðarheldinni til varanlegra þyngsla til langfram. Ég þakka fyrir. Þá er Jón Magnússon lokið máli sínu og var hann síðastur af frummælendum og er þá orðið laust fyrir fundamenn. Guðmundur Þorsteinsson gjörðu svo vel. Fundarstjóri og góðu fundamenn. Mig langar til þess að þakka fundarboðendum fyrir að halda þessu samkomu hér. Og það er vissulega kominn tími til þess að neytendur og bændur komi saman til þess að ræða þessi sameiginlegu hagsmunamál sín sem eru báðum hópum mikils virði. Ég er aðili að báðum samtökum sem bóndi eða stéttarsamtaki bænda og sem félagi neytendasamtökunum að þeirri hreyfingu. Mér er annt þessar hreyfingar báðar og
vegna þess, og mér er alls ekki sammála og vegna þess þá vil ég gagnrýna þær báðar. Ég hef oft og tíðum fundið að ýmsu í bændasamtökunum að þeim fjölmörgu fundum sem þau halda og ég vil minnast á það kannski í því sambandi að það er líklega engin stétt sem er með jafn þróað félagslegt kerfi raunverulega og nær jafn vel til sinna meðlima eins og stéttasambands bænda og mætti þó vera mikið betra. Ég hef gagnrýnt stéttasamband og framsláð fyrir að gera ekki nógu mikið af því að upplýsa bæði bændur og ekki síður neytendur þessi mál sem hér er til umræðu og hef nú stundum fengið þau svörendar að það sé ekki mjög auðvelt að koma fræðslu á framfæri. Fjölmiðlar láta gjarnan nægja að upplýsa verðhækkanir en gæta þess síður að fara á bak við þær tölur sem þar liggja og forystumenn stéttarsambandsins kvart undan því að fjölmiðlar hafa ekki áhuga á því að skýra út flókið ferli þessara hluta og kannski er þetta rétt mat þessara fjölmiðla á því að það er ekki kannski mjög stór hópur sem vill leggja það á sig að grafa sig í þessa hluti. En neytendasamtökunum hef ég ekki starfað mikið í en ég skal reyna að stytta mál mitt og koma beint að því sem mér liggur á hjarta að mér hefur sárnað stundum töluvert við sérstaklega stjórn þeirra samtaka. Mér sárnaði alveg sérstaklega þegar að þeirra tilefni einnar hækkunarinnar sem að allir orðin þreyttir á en hvernig á að komast hjá því efnahagsástandi sem hefur verið undanfarna áratugi. En af tilefni einnig slíkar hækkun þá lét stjórn samtakana frá sig fara tilmæli áskoranir til fólks að draga nú úr neyslu á þessum dýru vörum til þess að reyna að hrinda þessu kerfi sem þeim finnst svo óhagstætt. Og ég skil það ósköp vel að þessar hækkanir eru þeim erfiðar en á hinn bóginn þá held ég nú að þeir menn sem sæti í stjórn þessara samtaka hefðu þá yfirsýn að þeir þyrftu ekki að leggja þetta svona og hvers vegna verða landbúnaðarvörurnar fyrst og fremst fyrir barðinu á svona lögu. Það eru allar aðrar vörur sem hækka suma reglubundið og ég hef til dæmis aldrei heyrt frá neytendasamtökunum áskorunum að menn ættu að drekka minna áfengi þó að það hækkaði í takt við annað. Það er kannski vegna þess að landbúnaðarvörur eru svona óhollar eða varasamar vegna heilsunar, ég veit það ekki. En í alvöru talað þá finnst mér að neytendasamtökin séu að ýmsu leyti á villigötum í baráttu sinni og eitt er það til dæmis sem ég vil benda á að það er ekki það eina sem að neytandi kemur við verðlagið á þessum vörum. Það er mikið atriði, það vegur þungt í heimilisreikningunum. En það er líka nokkuð atriði að neytandi geti fengið þær vörur sem það langar til, geta treyst í að þær séu sómasamlega unnar. Á þeim tíma geti gengið að þess á hverjum tíma á svipuðu verði, það er að segja náttúrulega þessar verðhækkanir, þær eru ekkert annað en aðlögun að þeirri verðbólgu sem hefur plagað okkur. Þetta er líka hagsmunir neytenda og ég held að neytendasamtökin ætti að leggja tiltölulega meira upp úr þessu. Eitt dæmi er það að neytendasamtökin hafa barist á móti stofnsetningu eggjasamsölu. Telja að með henni yrði hagsmunir neytenda fyrir borðbornir verðum myndi að hækka mikið. Ég skal ekkert leggja mat á það. En alveg nú fyrir nokkrum dögum þá kemur upp það mál að í fóður hænsna og ellefu drykkjarvatn er blandað efnum sem eru bönnuð í þessu landi. Haldið þið, góðir fulltrúar, góðir neytendur og fulltrúar neytendasamtakana, að það sé auðveldara að fást í svona mál þegar að málin eru sett upp eins og þau eru núna, að hver eggjaframleiðandi hefur sitt dreifingakerfi raunverulega,
eða ef það væri færi í gegnum sölustöðvar þar sem væri eftirlit með gæðum vörunar. Ég held að við vitum öll svarið við þessu. Og ég er ekkert að segja við að setja upp eggjadreifingarmiðstöð sem það er alla dreifingu á eggjum á sínum höndum. En mér finnst að Neytendasamtökin ættu líka að benda á þetta atriði í málinu. Þó ég sé að nöldra hér út í þessi atriði, þá vil ég nú líka geta þess að Neytendasamtökin hafa unnið ákaflega gott starf og ekki síst hér í Borgarnesi sem ég þekki vel til og hér í Borgarfirði með verðkönnunum og ýmsu öðru starfi og það kann ég vel að meta. En ég get ekki neita því að mér finnst að í því sem stjórnin hefur látið frá sér fara gæti oft tilhneigingar til þess að gera bændur og landbúnaðinn og forsvarsmenn bænda að eins konar syndahöfrum í þessum málum. Nú, Jón Magnússon sagði hér að við ættum að reyna að ræða málinu á einurð og öfgalaust. Og ræddi einnig bændasamtökin og forsvarsmenn okkar og taldi að þau hefðu verið of treg og stöð í taumi þegar að á góma hafa borið breytingar á þessu málu. Ég held að ég verði af því tilefni að fara hérna eins og 13 ára aftur í tímann. Þá stóð mál þannig að vinstristjórnin 71-74 satt við völd og eitt af því sem hún gerði var að endurskoða framleiðsluráðslögin eða setja nefnd í endurskoða þau og það vildi svo til að ég var í þeirri nefnd ásamt ýmsum öðrum, þar meðal Gunnari Guðbjörnsssyni og ég man það að við vorum settir í það að gera uppkast að tillögum ákveðin kafli lögunum og þar vorum við alveg hjartanlega sammála, við Gunnar vorum nú ekki alltaf sammála en vorum það þarna það að þarna þyrfti að koma inn heimild fyrir framleiðsluráð eða fyrir löggjafinn vera í lögunum sem möguleiki á að setja á innflutningsgjald á kjarnfóður og kvótakerfi. Og þetta féllust allir nefndarmenn á og til að frumvarpið fór frá okkur með þessum ákvæðum í. En þetta frumvarp komst aldrei í gegnum Alþingi og síðast strandaði á því að einn forystumann Alþýðuflokksins sem að studdi þessar stjórnarsvömmunum, hann sagði að það kemur ekki til mála að samþykkja að í lögin ef að í þeim stæða bændur ætti að hafa sambærileg kjör í gegnum verðlagið og aðrir þjóðfélagsþegnar. Á þessu stoppuðu þessu lög. Og samtök bænda og forystumenn þeirra hafa allt frá þessum tíma og raunar áður verið meðmælt því að þessu stjórnunar aðgerðum væri komið á. Nú hafa það staðið 5 ár eins og kom hér fram og á þeim tíma hefur mjólkurframleiðslan lagast að markaðnum þannig að útflutningur er sáralítill og sauðfé sett á vetur nú í haust hygg ég að sé aðeins 75% af því sem var þegar var flest. Þetta hefur náðst á 5 árum. Hvað hefði nú sparast mikið ef við hefðum tekið þessi spor í tíma? Og hverju voru það sem hindruðu það? Það var löggjafinn. Hann kom þess aldrei í gegn. Menn að sjálfsagt ég er ekki að segja, vil ekki segja af hvað ástæðan það verið nákvæmlega, en það voru ekki bændasamtökin, hvorki bændur eða framamenn þeirra sem að voru þarna treg í taumi. Við höfum
okkar vinnslustöðvar, samtök þær eru flestar reknar í formi samvinnufélaga, ýmist tengdar kaupfélögum eða þá sjálfstæð samvinnufélög. Og sem bóndi þá vil ég alls ekki breyta því fyrirkomulagi. Ég held að sé okkur svo ákaflega mikils virði að hafa þessa vinnslu á hendi og ég held að henni sé þannig staðið að ekki sé nokkur ástæða til þess að breyta því kerfi í sjálfu sér þess vegna. Á hinn bóginn ég alveg sammála því sem hefur komið hérna fram, að það fjöldamargt í landbúnaðarpólitíkinni, bæði verðlagningu og öðru, sem að þarf að breyta. Ég vil fagna því alveg sérstaklega sem að þeir sögðu hér, Jón Magnússon og Björn Björnsson, að það væri allir sammála að bændum væri tryggð sómasamleg lífskjör. Og ég fagna því alveg sérstaklega því að það hefur ekkert verið sjálfsagður hlutur að menn lýstu því yfir. Og ég held nú kannski að sé tekið of djúpt í árin að segja sér allir sammála því. En meðan ekki kom mótmæli fram að þessum fundi þá tel ég að þeir sem hér eru séu getur fallist á það að minnsta kosti. Þannig vil ég hafna því sem að Jón Magnússon lagði hér til að þau þurfa að skilja á milli bænda og vinnslustöðvanna. Nú það svo að ef að vinnslustöðvarnar ekki fá uppborin eðlilegan kostnað við starfsemi sína, þá hlýtur það að sjálfsögðu að lenda á bændum fyrr eða síðar, ef vinnslustöðvarnar geta ekki endalaust fjármagnar reksturskostnað sem það fá ekki uppborin öðruvísi en að lækka skilaverð til bænda. Og ég sé nú raunar ekki hvernig þessir menn ætla eins og málin eru núna að fella niður útflutningsbætur og niðurgreiðslur án þess að skerða svo afkomu bændastéttarinnar í heild að þar sé bókstaflega hrun að ræða. Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að þegar skilaverð útflutnings á landbúnaðarvörum svo lágt sem að þá sé fé illa varið til þess að greiða niður útflutning. Ég alveg sammála því ef við þurfum að laga framleiðslu landbúnaðarvara að þeim markaði sem við höfum. En það ekki sama hvaða leiðir eru farnar að því marki. Ég líka inn á þeirri stefnu sem hefur verið ráðandi í bændasamtökunum að við eigum að reyna að halda byggðinni í þessu landi eins og hún er. Ég ætla ekki að fara út í langt mál að rökstyðja það, ég held að það þjóni engum tilgangi og ég tel að það sé hægt að gera, jafnvel þó að við lögum framleiðsluna að markaðnum. Það þarf aðlögunartíma en þarna þurfa líka stjórnmálamenn, löggjafinn, að þekkja sinn vitjunartíma sem hann hefur alls ekki gert. Við stöndum fram fyrir því að eyðast miklu fé til þess að greiða niður útflutning, sérstaklega kindakjöti núna. En á sama tíma eru að koma upp nýjar búgreinar sem að minnstakosti gefa vonir að sé hægt að stunda framleiðslu í sveitunum án þess að þurfa að koma til útflutningsbóta, þar sem eru loðdýr og áreiðanlega fleiri búgreinar sem eru kannski minna þekktar í dag. En þarna verða stjórnmálumenn að koma til fjárveitingavaldið að veita fé í virkilega að koma þessum búgreinum á fót áður en að alveg skrúa fyrir útflutningsbætur og niðurgreiðslur meðan að framleiðsla mjólkur og kjöts að laga sig að þessum aðstæðum og við þurfum sjálfsagt að fara út í miklu nánari skipulagningu í þessum efnum heldur en og kannski nákvæmari skipulagningu heldur en ýmsir eru tilbúin að fallast á að hið opinbera eigi að standa í. En ég tel að þetta sé algjörlega nauðsynlegt til þess að geta stýrt þróuninni á þær brautir sem geta talist heppilegar bæði fyrir þjóðarbúið og bændur.
Ég tel alveg hygglust að þessa tilraun eigi að gera, en því miður að stjórnmálamenn, fjárveitingavaldið er afskaplega hikandi og tregt, eins og kom hérna fram á, það var reyndar talað um bændur þá, til þess að ráðast í svona breytingar af þeirri dirsku sem þarf. Nú, ég veit nú ekki hvað ég á að fara út í það sem að bara hérna góð mig punktað ýmislegt niður. Það er sjálfsagt hálf brotakennt að fara að tanglast á því hverju og einu. En eitt af því sem að Björn Björnsson sagði að stefnan hefði verið að framleiða framleiðsluna vegna en ekki vegna markaðar, þetta er náttúrulega ekki nema afskaplega lítill hluti af þeim raunveruleika sem að fyrir hendi var á þessum tíma. Það vantaði landbúnaðarvörur og það voru allir sammála um að auka landbúnaðarframleiðsluna. Hitt er alveg satt að það var allt of seint sem menn áttuðu sig á því, allt of seint sem menn brugðust við því að það var ljóst að stefndi í óefni með framleiðslu af þessum vörum. En mér langaði nú reyndar aðeins til að minnast á eitt atriði sem að Jón Magnússon ræddi hér og það var með flutningin á mjólkinu frá Kirkjubæjarklaustri. Hann taldi þetta væri neytendum afskaplega óhagstætt að væri staðið í þessu. Nú er það nú þannig að það þarf nú að moka snjó fyrir fleiri en mjólkurflutninga og miklir vöruflutninga fara þarna og fólk þarf að komast þessa vegi öðru hvoru sem að lagðir eru og það er ekki hægt að sætta sig við það að vegir bæði til aðdrátta heimilanna og til þess að koma mjólk frá sér líka að þeir séu ekki opnaðir. En ég vil benda á að það er afskaplega lítill hlut af þessu sem að lendir á ríkissjóði eða almenna skattgreiðandi eða neytandi gegnum mjólkurverðið, því að það eru bændur sjálfur sem borga flutning af mjólkinni að mjólkurbúi og sveitarfélögin sem að taka geysilega mikinn þátt í kostnaði við snjómokstur. Vegagerðin kostar að nokkru leyti líka, en það er heldur ekkert óeðlilegt því að hún gerir það fyrir alla landsmenn. Að setja málin svona upp er náttúrulega ekki hlutlaust og þjónar ekki þeim tilgangi að skýra málin. Það kann að vera að ræðumar hafi átt við að það ætti ekki vera að framleiða mjólk svo langt frá markaðnum. En eins og málin standa núna á veturna yfirleitt að þá hefur verið afskaplega naumt á því oft og tíðum að væri hægt að sjá þessu fyrsta vélarsvæði hérna þéttbýlinu við Faxaflóa fyrir nægri mjólk í vetrarmánuðina, svo mér sýnist nú að ef við skerum mikið niður útbyggðirnar í mjólkurframleiðslu þá komir hreinlega til skorts og þá er það nú spurning hvort að neytendur telja sér hag í því að fá ekki þá vöru sem þeir vilja fá þegar það vantar hana. Þetta er einmitt eitt af hagsmunamálum neytendana. En hann sagði hér að lokum, Jón Magnússon eða svona í niðurlagi ræðisuna heitam á, að það væri skylda okkar að leysa hnútana en ekki að herða þá. Ég vil einmitt lýsa þeirri skoðun minni að þessi fundur það eigi að nota hann fyrst og fremst til þess en ekki til þess að koma fram með svona dæmi sem að ekki skýra málin nema að afskaplega takmörkuðu leyti og eins konar hálfsannleikur sem að minna Stefán G. Stefánsson hafi sagt að væri yfirleitt óhreykjandi lygi. En svona geta einstök dæmi villt fyrir mönnum og ég vil að síðustu beina þeirri ósk til þeirra sem að
hér eru, bæði forsvarsmanna bænda og dreifingaraðila og neytendasamtaka, að þeir láti það ekki henda sig að detti þá gryfju, heldur kosti kapps að leysa þann hnúta sem myndast í samskiptum þessara aðila en reyna ekki að herða þá eins og kannski hefur borið oftar við heldur en vilja yfirlýsingar gefa til að ætla að þakka ykkur fyrir. Guðmundur Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Það eru þegar nokkrir komnir á mælendaskrá og ég vil biðja menn að reyna að stytta mál sitt eftir getu. Næstur á mælendaskrá er Bjarni Guðmundsson. Fundarstjórar og góðir fundarmenn. Ég vona að ég geti þá farið eftir tilmælum fundarstjóra að vera ekki langorður, en það má kannski segja það að ég hef ekki verulega mikið til málan að leggja, en ég sé þó í fyrsta lagi ástæðu til þess að þakka fyrir þennan fund, og það kannski af ástæðum sem að eru meir persónulegar meðal stjórnar Neytendafélags Borgarfjarðar og hins vegar hreppsnefndar nokkurrar hér sem ég sit í. En við, svoleiðis að ég sé nú að upplýsi nú að hluta ástæðuna fyrir því að ég komin hér, þá vildi ég geta þess að við óskuðum eftir því þegar að Neytendafélag Borgarfjarðar, sem nú alls góð smaklegt og hefur raunar unnið ágæt verk á mörgum sviðum, óskaði fjárhagsstuðnings sveitarstjórna á liðnu hausti, þá sáum við hreppsnefnd Andakílshrepps ástæðu til þess að vekja aðeins athygli á því að okkur líkaði ekki alls kostar málflutningur þessara samtaka. Og ég verð að segja það að ég afskaplega ánægður með þau viðbrögð sem hér hafa orðið, og þó ég sé nú ekki að lofa hlutum, það ætti maður aldrei að gera, þá sé ég ekki annað en að hér hafi minnst verið stigið spor til þess að auka skilning milli þeirra aðila sem hér eiga hluta máli. Nú í annan stað vil ég þakka kórnum sem kom hér fram áðan og taka undir það sem nefnum Skarphéðinsson sagði, að lífið nú ekki bara brauð og grautur, heldur líka ögn annað. Og að þessum formála loknum þá langaði mig til þess að snúa mér að því máli sem að hér til umræðu, sem ég tók þannig að væri fræðsla þessi mál sem hér eru til umræðu. Ég verð nú að viðurkenna það að sumar af þessum ræðum sem hér hafi verið haldnar hef ég heyrt áður, og ég svona kannski jafn nær eða jafn fjarri því að skilja sumar atriðin sem þar koma fram, og það kannski bendir til þess að við erum örlítið til klemmu í þessum málefnum. Við höfum skipað okkur þarna í fylkingar og erum næstum því fyrirfram ekki kannski alveg tilbúnir að átta okkur á sjónarmiðum hins. Og þessu langaði mig til þess að leggja hér aðalega út af, og vona að ég verði stuttorður og bið þá fundarstjóra að áminna mig ef að það verður ekki. Mig langaði til þess að vekja á því athygli að ég held að sé þörf fyrir það að við höfum örlítið samræmi í hlutunum. Og til þess að vera nú ekki að tala kannski mjög almennum orðum það sem þar á ferðinni, þá langar mig til þess að nefna bara það að hluti af því sem við ræðum hér það er spurning atvinnutækifæri, það er spurning vinnu fólks. Hér hefur verið bent á það að við þannig að gætum við komist af með mun færri framleiðendur heldur en við gerum núna, og sýnt þannig með sterkum rökum fram á að með því mætti auka hagræðingu að stórum mun og lækka verð þessara nauðsynjavara að verulegum hluta. Ég vil vekja á því athygli og tengja það að nokkru dæminu sem Guðmundur Þorsteinsson ræddi hérna síðast og hermdi eftir Jóni Magnússyni. Það var hví Borgfirðingar til dæmis sé að láta þá í kringum Kirkjubæjarklaustur vera framleiða fyrir sig mjólk í stórum stíl, í stað þess að nota þau gósenlönd sem hér eru. Gætum okkar á því hvaða braut við erum að koma þarna inn á. Við erum að örva þarna til vissrar samkeppni sem að sönnu í vissum þjóðfélögum það sem ríkir, en einhvern veginn hefur við nú ákveðið það hér í ýmsum greinum að reyna að aðstoða hvert annað eftir föngum. Ég hef dálitlar áhyggjur af því að við séum komin þarna nokkuð nærri því að fara að mæla vinnuafl eða notagildi vinnuafls í styrkleika vöðva eða hæfni fólks til þess að inna verk af höndum. Ég á einfaldlega við það, hvort við séum fann að nálgast þarna það að við núna greiðum manni eða mönnum sem gegna sama starfi, sama kaup.
og ég held að enginn þori að hugsa þá hugsun til enda ef við ætlum að fara að nota þetta hagræðingarmat sem þarna er imprað á út á almennum vinnumarkaði. Ég vil líka í þessu sambandi nefna það að í sambandi við þetta samræmi sem ég impraði á, vitanlega hefur geysileg fjárfesting farið fram í landbúnaðinum og ég skal manna síðastur vera til þess að mæla ýmsu því bót sem þar hefur orðið. Þar er á ferðinni ýmis mistökin. Þetta verðum við bara að viðurkenna hvort sem okkur líkar það betur eða verð. En eru ekki við mistök annar staðar? Ég segi þetta ekki til þess að réttlæta mistök landbúnaðarins. Ég segi þetta til þess að óska eftir samræmi við mat á þessum fjárfestingum. Að við í sömu andráni og þegar við ræðum mjólkurbúið í Borgarnesi, þessa landsfrægu höll sem við verið að byggja, ég man nú ekki reyna hvað hverfið heitir, en þessi Gjálbæjarhverfi, stærsta iðnfyrirtæki Reykjavíkur sem einhver nefndi þarna áðan. Það eru fleiri að byggja þessar mundir. Það eru bankar að byggja í stórum stíl. Af einhverjum undarlegum ástæðum þá hafa verslanir alveg merkilegt bolmagn til þess að koma upp húsnæði og vitanlega þurfa þeir að hafa nokkurn veginn rúmt sig líka. En þurfum við ekki sameiginlega að leita að leiðum til þess að meta þetta nokkurn veginn á sama grunni, þannig að við gerum okkur grein fyrir heildarmyndinni en séum ekki sífellt að bæta nöglum í hér og þar, þannig að þetta verði svona hálfgert yfirklór allt saman hjá okkur. Nú, það hefur verið bent á það meðal annars að Guðmundi Þorsteinssyni hérna rétt áðan, að bændur hafa óskað eftir vissri hagræðingu, neytendur og aðrir hafa sótt mjög hart á í þeim efnum og oft með fullum rökum, ég tek það fram, og það er kannski ekki eðlilegt að bændur í stórum stíl hverfi frá því sem þeir hafa á meðan þeir vita ekki hvað tekur við. Og það er kannski þarna sem ríkisvaldi og öðrum hefur gengið treglega að finna aðra valkosti. Það er nákvæmlega sama þarna upp á teiningnum og er í umræðu núna. Þið hafið tekið eftir umræðu tölvuvæðingu. Það er all stór hópur þessa þjóðfélags sem hefur áhyggjur af því hvað muni taka við þegar tölvurnar hafa gert þennan eða hinn óþarfan. Og eðlileg viðbrögð eru þau að leggjast gegn þessu, þar til að séð er hvað kemur í staðinn. Og þetta eru nákvæmlega sömu viðbrögðin og ég á von á að bændasamtökin standi gagnvart, því við getum sannarlega sýnt fram á það með þungum rökum að það þurfi ekki nema 1000 bændur til að framleiða þá mjólk sem við þurfum, 1500 bændur til að framleiða það dilkakjöt sem við þurfum og 200-300 manns til þess að framleiða aðrar nauðsynjavörur frá hendi landbúnaðarins. Þetta langar mig til þess að rétt að vekja máls á. Þetta er nú kannski örlítið loðið í framsetningu, en meginmálið er sem samt tengt því að í málefnum eins og þessum þá leitum við að sameiginlegu mati, samræmdu mati, þannig að við föllum ekki í þá freistni að kíkja á eitt og eitt tré sem virðist kannski vera orðið lauflítið þegar við lítum ekki á skóginn sem heild, því að það er jú hann sem markar styrk þess sem framundan er. Ég held ég hafi þetta ekki lengri að sinni til þess að spara tíma. Takk fyrir. Bjarni Guðmundsson hefur lokið máli sínu og þá er næsta mælundarskrifari Bjarni Guðráðsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjórar, ágætt fundarfólk. Ég vil nú fyrst taka undir það sem hér hefur komið fram þakkir til handa fundarboðendum og það er vissulega þarf á því að þessir aðilar sem að eiga það mikið hver undir öðrum, neytendur og bændur, að þeir stýri sín sjónarmið á einum vettvangi. En það kann nú að reynast sundurlaust og sumpart endurtekning sem að ég segi hér, endurtekning á því sem hér þegar hefur verið sagt.
En mér langar til þess að byrja á því að taka undir það sem Bjarni Guðmundsson kom inn á hér áðan, og þá tilfinningu mín að mér hefur stundum fundist að neytendasamtökin í sínum könnunum og sínum gerðu væri kannski svolítið áttavillt. Og þá á ég við það að það er kannski meiri hluti eða einhver drjúgur hluti þjóðarinnar sem ekki gerir sér fyllilega grein fyrir því á hverju við raunverulega lifum í landinu. En áður en að ég kem nánar að því þá langar mig til þess að víkja aðeins að atriðum sem komu hér fram í ræðum. Og Guðmundur Sigþórsson, hann fór hér yfir okkar löggjöf og hvernig þetta er unnið og kom meðal annars inn á atriði sem að ég vil hér leggja eftir þjóðfélagsins. Guðmundur sagði réttilega að ekki væri tekið tillit til samdráttar vegna framleiðslu takmarkana eða veðurfars þegar verið er að ákveða verðlag til bænda. Tók ég ekki rétt eftir þessu? Og ég vil aðeins vekja athygli á því núna að við samdráttinn, bara ef ekki tekið tillit til veðurfars, að við að draga saman úr því að vera með framleiðslu sem var svona, draga framleiðsluna saman í svona 15-17%, að þá hreinlega skerðast tekjur, brúttótekjur bænda, þær skerðast að sama marki, en svo er náttúrulega misjafnlega nettótekjurnar eftir því hvernig menn hafa verið í stakk búnir og læknir að ná fram að draga saman seglin án þess að, eða draga rekstrakostnaðinn saman án þess að nettótekjurnar, eða með því að halda uppi tekjum. En svo er annað sem að hér kom skýrlega fram og við verðum að horfast í augu við að nákvæmlega allir sem koma að okkar vinnsluvöru eftir að við höfum sent hana frá okkar búum, að þeir taka sín laun samkvæmt kjarasamningum og hafa sitt á þurru í þjóðfélaginu þegar þeir eru að vinna að þeim framleiðsluvörum sem við verðum sem við raunverulega eigum þangað til að hún er seld við því verði sem þá fæst. Björn Björnsson kom hér og flutti nú sitt mál einandlega og ræddi meðal annars það að sexmannanefndin hún væri nátttröll sem er staðnað í þjóðfélaginu. En ég ætla nú ekki að leggja dóm á það, en ég ætla að leyfa mér að efast það að með öðru kerfi í verðlagsmálum að þá hefðu neytendur og þjóðfélagi náð hagstæðari útkomu í sambandi við framleiðslu á landbúnaðarvöru. Og Björn Björnsson, hann sagði hérna eina gullvæga setningu sem ég vona að þið hafið tekið eftir. Og ég bið hann leiðrétta mig ef ég fer rangt með. Og hún var svo að ný stefna í landbúnaðarmálum, hún miðaði að því að Íslendingar yrðu sjálfbjarga nauðsynjar í mat. Er það ekki rétt tekið eftir? Já. Og þá er kannski rétt að spyrja sjálfa sig að því erum við sjálfbjarga. Dugar sú matvara sem við framleiðum hér innanlands okkur til framfæris?
ef allt í einu yrði nú tekið fyrir alla aðflutninga. Ef að það ástand skapaði sem að hvenær sem getur skapast að fyrir tæki aðflutninga til landsins af völdum ófriðar eða náttúruhamfara eða annarra slíkra hluta. Ég leyfi mér að efast það að þá yrði nóg af landbúnaðarvöru í landinu, ef það yrði. Því að það það stór hluti af okkar neysluvöru núna sem innflutt landbúnaðarvara. Og ég vil bara aðeins nefna eitt dæmi í því efni og kannski leið og þetta innflutt landbúnaðarvara þá þetta innflutt atvinna og innflutt atvinnuleysi. Að það ákaflega algengt að morgunverður, bæði barna og fullorðna, hann kornflex. Og þetta sjálfsagt eftir þeim tölum sem við höfum séð hérna í sambandi við hlut bænda í landbúnaðarvöru, og þá get ég trú að hlutur bóndans í Ameríku í kornflexinu, að hann væri svona kannski 5–10% einhvers staðar á því bili, ef hann nær því. En í stað höfum við og mörg hver alist upp við það að éta á morgnana hafragraut og slátur og fengið mun betra út úr því heldur en að éta kornflexið. Og ef við breyttum alfarið, þið fyrirgefið þó ég segi það, úr því að éta kornflex og yfir í það að éta hafragraut og slátur, að þá yrðu strax auðveldari sölumál landbúnaðarins. Og hann Björn, fyrirgefðu, það mun nú hafa verið Jón Magnússon hérna sem var áðan með tölur innflutning. Og mér fannst endilega á því sem að hann kom með að ekki væri tekið tillit til þess í sambandi við útflutning á landbúnaðarvörum sem flutt út sem unnin vara eða iðnaðarvara, og þá á ég við ullina og gærurnar, eða þetta vitlaust hjá mér? Það byrja þá að ég verði leiðréttur það. Og miðað við það að við drögum verulega saman, að þá í sambandi við framleiðslu á kindakjötinu og á sauðfjárafurðunum, það hefur verið minnst á það til þess að dekka þessa útflutningsbóta þörf til þess að hún félli niður, og þá þyrfti kannski að draga saman 200.000 kindur í viðbót við þær 200.000 sem þegar hefur verið dregið saman Og menn hafa kannski ekki átt að sjá því hvað þessi samdráttur myndi þýða. Hann myndi hreinlega þýða það að það myndi verða meira og minna atvinnuleysi hjá þessu fólki sem hefur þó störfað því að vinna úr þessum landbúnaðarvörum. En í sambandi við það að við erum kannski búin að missa áttirnar í okkar framleiðslu og neyslumálum. Og ég nefndi það hérna fyrst að mér finnst að stundum sé málflutningur neytenda samtakana þannig að eins og þau séu áttavillt. En þau eru kannski ekkert áttavilltari heldur en ég og þið. Því að við raunverulega ráðum því hver atvinnan í landinu þegar við förum út og veljum okkur vöru til neyslu. Raunverulega ráðum því. Og það svo margt sem að hefur brenglað okkar skyn á það. Á hverju við raunverulega lifum. Raunverulega þá lifum við á landsins gæðum og því sem sjórinn gefur og því sem okkur tekst að vinna úr því með okkar hugviti og höndum. En núna í síðustu 10-15 ár að þá hefur komið
inn í þjóðina, inn í þjóðfélagið, verulega miklu meiri fjármunir heldur en sem nemur því sem að landið og sjórinn gefa. Og það hefur komið í auknum lántökum sem eru umfram og sem að koma til ýmissa stórframkvæmda, til uppbyggingar í Vestmannaeyjum og til ýmissa stórframkvæmda sem ekki eru farin að gefa þann arð af sér sem skyldi. Og þessir fjármunir að þeir hafa meðal annars sprenglað svo raunverulegt gildismat þjóðarinnar að hún gerir sér ekki grein fyrir því á hverjum raunverulega lifir. Nú, ég ætla nú ekki að hafa þetta mál öllu lengra, en ég hef þá trú að til þess að lifa hér og vera Íslendingar áfram í þessu landi, að þá þurfum við að nýta þá mögulegu kosti sem landið gefur. Við þurfum að nýta hvern grasblett sem sprettur af sólarhitanum og landsins gæðum. Við þurfum að nýta það okkur til lífsviðurværis. Og við þurfum að nýta þá möguleika sem ræktun landsins gefur okkur. Og við þurfum líka að stefna að því í okkar landbúnaðarstefnu sem við erum að tala um að breyta, að við rekum hana á jafnréttisgrundvelli við bændur í öðrum löndum og láta ekki rugla okkur duglega kaupmenn og auka fjármuni sem inn í þjóðfélagið koma. Bjarni Guðrason hefur lokið máli sínu, næstur á mælendaskrá er Eiður Guðnason. Fundarstjórar, góðir fundarmenn, eins og aðrir sem hér hafa talað þá vil ég þakka þeim sem boðað hafa til þessa fundar. Þetta er vissulega lofsvert og þakkarvert framtak. Það var eitt atriði sem kom fram hér áðan sem gerði það að verkum að ég kvaddi mér hljóðs, en það var Guðmundur Þorsteinsson sem tók þannig til orða að Alþýðuflokkurinn hefði stöðvað framgang breytinga á framleiðslulögunum 1971 þegar að hér satt vinstri stjórn. Það var nú þannig að Alþýðuflokkurinn átti ekki neina aðild að þeirra stjórn og studdi hana ekki og hafði ekkert með þetta að gera, og þó svo Alþýðuflokkurinn hafi ýmislegt á samviskunni í landbúnaðarmálum að þá er hann saklaus af þessu, hvað sem öðru líður. En ég hygg að þetta hafi nú ef til vill verið mismæli og það hafi verið Alþýðusambandið sem átt var við í þessu tilviki. Nú, ég þarf ekki að fara það mörgum orðum að við í Alþýðuflokknum höfum áraraðir bent á ýmislegt sem við teldum að væri að í landbúnaðinum og því kerfi sem í kringum hann. Lengi vel var talað fyrir daufum eyrum, en það hefur svolítið breyst. Við bentum á að sú haftalausa framleiðslustefna sem fylgt var, að hún gæti ekki gengið. Það yrði að takmarka framleiðsluna og það yrði að aðlaga framleiðsluna þeim markaði sem við höfum. Þetta hefur verið gert að nokkru marki en hvergi nærri í nægilega ríkum mæli. Það er alveg hárrétt sem að hér hefur komið fram í ræðum sumra frummælanda að við höfum ekki efni á því að framleiða búvörur í stórum stíl og næstum því gefa þær úr landi. Það eru hreina línur. Við höfum ekki efni á slíku. Það er okkur öllum dýrt, bændum jafnt sem neytendum og öll erum við neytendur. Ég held að það kerfi sem nú er við lýði í þessum efnum sé búið að ganga sér til húðar
og þar verði að breyta hvort sem mönnum líkar betur eða verr. Útflutningsbæturnar hefur borið hér á góma. Við höfum margsinnis lagt fram tillögur að úr þeim yrði dregið í áföngum. Það ekki hægt að gera neinar byltingar í þessu kerfi vegna þess að við erum að fást við fólk og atvinnu. Að þær breytingar sem gerðar eru geta ekki gerst í einu vettvangi. Við höfum margsinnis lagt til að við reyndum að feta okkur út af þessari braut og draga úr þessum útgjöldum sem við greiðum með mat sem við flytjum út, en á það hefur enn ekki verið fallist. Ég sannfærður að sú tíð kemur að á það verður fallist. Það margt í þessu kerfi sem eru steintröll frá gömlum tíma. Við getum bara nefnt eitt. Ríkið hefur einokun á því að flytja inn kartöflur. Hvers vegna í ósköpunum ætti ríkið að hafa einkarétt til að flytja inn kartöflur? Akkur ekki appelsínur? Það mætti alveg eins styðja það sjálfsagt sömu rökum. Og af því að minnst var á farmgjöld hér áðan, að þá, og hversu mikið þau hefðu hækkað, og þau hljóta ævinlega að vera verulegur liður í okkar útgjöldum, það lega landsins sem segir til það. Ég hef grun það að það sé tiltölulega skammt síðan, til dæmis að grænmetisverslun landbúnaðarins fór að bjóða út flutning á kartöflum til landsins. Það hafi áður bara verið gengið inn í þau farmgjöld sem við lýði voru hjá skipafélagunum há eða lág og yfirleitt há. Og ég held að þetta útboð hafi lækkað verð á kartöflum. Og þarna má áreiðanlega líka margt betrumbæta. Vinnslustöðvarnar hefur borið á góma. Og nú spyr ég ykkur, getur það verið gott kerfi sem eins og fram hefur komið hér, sem eftir því sem varan hækkar, að þá skilar það bóndanum minna? Þá eitthvað að. Og ég geri fastlega ráð fyrir því að margir velti fyrir sér nauðsyn þeirrar fjárfestingar sem ný mjólkurstöð í Reykjavík. Hver tók þá ákvörðun? Hvað kostar hún? Það væri fróðlegt að fá svör, til dæmis hjá Inga Tryggvasyni, þetta. Var ekki hægt að nýta betur, til dæmis afkastagetu mjólkurstöðvarinnar hér, mjólkurstöðvarinnar á Selfossi? Var þetta það allra brýnasta að ráðast í að byggja nýja mjólkurstöð sem neytendur borga síðan í hvert einasta skipti sem þeir kaupa mjólk? Sláturhúsin hefur líka borið á góma. Það sífellt talað að þurfi að lengja slátrunartímann. Með því móti fengist betri nýting og lægra einingarverð. En ég minnist þess ekki að hafa heyrt neinar tillögur, raunhæfar tillögur í þá átt. Af hverju ekkert gert í þeim efnum? Það óframkvæmanlegt? Ef það óframkvæmanlegt, þá skulum menn bara hætta að tala það. En ég held hins vegar að það hljóti að vera framkvæmanlegt að fá betri nýtingu á þessum vinnslustöðum. Ég held að það veri Bjarni Guðmundsson sem talaði þetta hagkvæmni mat sem væri lagt á landbúnaðinn eins og aðrar atvinnugreinar. Ég held að við komumst ekki hjá því að leggja hagkvæmni mat á landbúnaðinn rétt eins og aðrar greinar. Hann verður að standa sig og auðvitað verður að bæta og auka framleiðni og hagkvæmni þar eins og annars staðar ef að vel á að fara. Þessi þjóðfélög okkar á Vesturlöndum hér eins og annars staðar eru að breytast. Þau eru að breytast úr framleiðslu þjóðfélaginu í svokallað upplýsingaþjóðfélag. Og það nú kannski langt mál að fara út í hér að ræða, en þessi breyting hefur það í för með sér að við verðum að nýta alla hagkvæmustu kosti í hverri grein. Við verðum að halda byggðinni í landinu eins og hún var sagt hér áðan. Ég ekki sammála því að það byggðamynstur sem að nú við lýði í dag sé nákvæmlega það hagkvæmasta. Ég held að hljóti að koma að því og á að koma að því að erfiðustu, harðbýlustu jarðirnar að þar verði hætt búskap. Og auðvitað á að aðstoða þá menn sem þar hafa búið til að koma sér fyrir á nýjum stöðum og í nýjum störfum. Þetta bara það sem hlýtur að ske ef við spyrnum á móti. Að það mun reynast okkur dýrt, mjög dýrt, áður en yfir lýkur. Ég myndist á farmgjöldin hér áðan sem
við sáum hér á línuritinu. Mér hefði þótt fróðlegt að sjá annað línurit þar við hliðina. Hvernig hafa farmgjöldin hér innanlands breyst? Hvernig hafa til dæmis flutningataxtar kaupfélaganna þróast á þessum tíma? Það hefði verið fróðlegt að sjá það, þó ekki væri nema svona til hliðsjónar. En það er engin ágreiningur það að hér verður að vera öflugur landbúnaður og þeir sem að við hann vinna verða að bera úr býtum mannsæmandi laun. En það hefur komið hér skýrt og skilmerkilega fram að kerfið skilar bændum lækkandi tekjum. Og þess vegna verðum við að breyta því. Það hefur margt verið mjög vel gert í íslensku landbúnaði og mér finnst til dæmis að íslenskur mjólkuriðnaður eigi sérstakt hrós skilið fyrir fjölbreytni í vörum og vandaðar vörur. Þar hefur orðið bylting á síðustu árum, neytendum til mikilla hagsbóta og við eigum alls ekki að þegja yfir því sem er hróssvert og það sem þar hefur gerst er virkilega hróssvert. Takk ykkur fyrir. Heiðar Guðnason lokið máli sínu. Næstur á mælendaskránni er Kristján Sigurðsson, held ég hann sé. Fundarstjóri, góðir fundamenn. Það er búið að segja svo margt hér í dag þessi landbúnaðarmál og margt af því sem ég ætlaði nú að minnast á er búið að tala En það sem ég vildi nú sérstaklega taka fram í sambandi við það sem að kom hér fram áðan gagnvart okkar fórystu, bændafórystu, hún var íhjálpsam og vildi ekki breyta neinu. Mér sýnist nú hafa breyst mikið á undanförnum árum. Ég er nú búin að vera bóndi yfir 30 ár og þá var í túnni Hrísdal, þá var ekki með einn flöt fyrir 30 árum. Núna er það 40-50 hektarar á þessum 30 árum. Við erum búin að byggja upp jörðina og þetta kalla ég ekki staðna kerfi, þó þetta kosti mikið. Ég hugsa að kosti okkur langt með sjálfa sem standum í þessu. Í sambandi við það sem sagt var að bændum þeim fækkaði ekki nógu mikið. En hvað heldur það fari mikið í eyði, margar jarðir í eyði á ári á Íslandi, undanfarin ár? Ég hafði þetta í Gunnari Guðbjartssyni sem fari í eyði sem ekki búi lengur á. Það eru svona eins og ein sveit á hverju ári sem fer í eyði. Svona 20-30 bíli sem fari í eyði á hverju ári. En það hefur verið svona undanfarin ár. Það geta eitthvað þessum jörðum byggst, það geta verið ævintýrumenn úr Reykjavík sem hafa nóg fé sem geta keypt þar til að hafa myndið sumarbús og svoleiðis. Þetta kalla ég ekki sannan. Bændum fækkar alltaf en þó framleiðar tiltölulega ekki mikið minna. Ekki að sama skapi. Fén í landinu hefur fækkað á undanfarnum 4 árum ársreikningsskýrslum 200.000 ársreikningsskýrslum. Síðastliðið ár var kindakjötið 500 tonnum minna heldur en árið áður. Það er samdráttur í þessu líka. Við megum ekki vera svo byltingakenndir að við kollvörpum þessu alveg. Þetta verður að gerast á löngum og hægum tíma. Það er alltaf hægt að vera vitur eftir á og segja þetta á að vera svona og svona. Það er það sem að vantar. Nú, það sem að sagt var hér áðan að Guðmundur Skarparstöðum upplýsti nú þannig úr sambandi við snjómokstur, það var myndið svona á það þarna einn. Það er nú hringvegur austur hjá Kirkjubæjarklaustri og þeir þurfa að komast austur á land, bæði þingmenn og aðrir. Það er ekki bara mjólkin sem moka fyrir hjá Klaustri. Það er stundum ófært norður líka hérna, Holtavörðuheiðin ófært stundum. Þá þurfum menn að komast austur, landliðina. Það er moka fyrir þá, ekki bara fyrir mjólkina. Við bestur á Snæfellsnesi höfum fengið harðametur í vetur. Ég hugsa að það hefði nú verið gott fyrir sem menn að koma vestur og sjá það hvað er mikið snjór ennþá þar. Það þurfa bændur sjálfir að kosta moksturinn heim á afleggjarna eftir mjólkinni. Ef það er ekki með 2 begir á afleggjara, þá verður það að kosta algjörlega sjálfur. Ef það er 3, þá er vegagerðin, eða sístan og vegagerðin eitthvað þátt í því, ef það er 3 bæir á afleggjara. En 2, það verður að kosta sjálfur.
Og það hafa svolítið til hjá okkur að það eru víðast hvar 2 bæir á afleggjara, 1 og 2. Og það eru 7 kílómetrar lengsta leiðin sem ég man eftir heima á 2 bæin og svo er það 5 og svo er það 2. Þetta verður menn að kosta sjálfir. Og það er ekki, ég held að það sé ekki komið inn í Velaskundöndin ennþá að þessi snjómokstur. Þeir upplýsa það þá hérna, Ingi og þeir, ef það er. Það var eins og hann sagði áðan að þetta væri komið inn í Velaskundöndin, en það er nú ekki, held ég það, ég hef ekki heyrt það minnsta kosti. Nú svona til gamans þá vil nú segja hérna að lokum, af því það var minnst á áðan að Alþýðusambandið hafi tekið síðan fulltrú út úr sjálfsmannanefndinni. Munið þið hvað sá maður sem að réði mestu þar, hvað hann fór að gera á eftir? Munið þið það? Hann fór að búa. Kristján Sigurðsson hefur lokið máli sínu og næst fyrir á mælendaskrá er Skúli Alexandersson. Fundarstjórar, góðir fundarmenn, ég vil nú taka undir það sem að fleiri hafa sagt hér á undan mér að ég þakka fyrir þennan fund. Það er mjög ánægjulegt að hafa möguleika til þess að koma og hlusta á menn ræða landsins gagn og nauðsynjar eins og hér hefur verið gert á þessum fundi. Þó get ég nú ekki annað sagt en að mér finnst nú aðeins tónninn í umræðunni ekki vera sá sem að ég helst kysi. Mér finnst endilega að svo sé nú að bændur sé ekkert minni neytendur heldur en þeir sem eru á mölinu og teljast launþegar eða sem slíkir. Og þegar verið að ræða beinlínis neytendamál þá hljóti þetta mikið frekar að vera samherjar heldur en hitt. Nú að ræða bændapólitíkina íslensku vítt og breytt leið og vera að ræða verðlagsmál landbúnaðarvara, það held ég sé ekki alveg rétt vegna þess að þar eru hinir og ýmsu breytilegu þættir sem koma inn og geta orkað að vissu leyti tvímælis. Þá kannski eru enn bændurnir samherjar hinna sem að síðan kaupa landbúnaðarafurðirnar. Nú, Ingi Tryggvason held ég að það verið hann sem að upplýst það hér áðan að það væri 65% verðhluti af landbúnaðarvörunni rekstrarvörur hjá bændanum. Hitt færi í launahlutann. Þannig að það er greinilegt að ef að nokkur er reglulega mikill neytandi af þeim sem við getum kallað launþega sem ég hlýt að kalla bændur. Ég er alinn upp í sveit og hef haft miklu tengsli við bændur mitt lífshlaup og ég hef alltaf og aldrei getað flokkað þá undir annað heldur en að þeir væru á svipuðum kjörum og við svipaðar aðstæður og launþegar. Já, það er að segja minnstakosti þeir launþegar sem teljast félagar í Alþýðusambandi Íslands. Og þess vegna finnst mér alveg fráleitt að það séu þessir hópar sem séu raunverulega togast á hluti þegar að er að ræða verðlagningu eins og hér. En þetta má náttúrulega deila aftur á bak og áfram og því miður allt og oft hefur það verið þannig að bændur og þessir launþegar sem ég nefndi hér áðan hafa á yfirborðinu litið út sem andstæðingar sem heldur sé mjög langt frá. En mér datt nú í hug þegar var verið að ræða hér útflutningsbæturnar og ýmislegt fleira í sambandi við það hvernig að við komið í fyrir að landbúnaðarafurðirnar seljist að þá er það nú kannski víðar en gagnvart landbúnaðinum sem að beinar útflutningsbætur eiga sér stað. Hvað haldið þið að sé að eiga sér stað í dag í sambandi við loðnuafurðirnar okkar þegar að loðnan er verðlagð á tæpar 7 krónur á sama tíma og sú vara er verðlagð út í Færeyjum á 18 krónur. Hvað haldið þið að íslensk þjóðarbú þurfi raunverulega þá að borga í útflutningsbætur með þessari afurð? Ef við metum okkur til jafns við
við Færeyingana og ættum að geta skilað svipuðu eins og Færeyingar. Þannig að þegar við erum að slá upp svona vissum þjóðfélagslegum tilfærslum eins og útflutningsbætur eru, þá kannski stundum seilst heldur langt þegar það tekið ákveðið í að fordæma þetta. Við vissar aðstæður í þjóðfélagi eins og okkar Íslendinga, þá hljótum við að þurfa að grípa til hinna breytilegustu tilfærslna. Þess vegna kem ég ekki hér upp í ræðustól til þess að fordæma útflutningsbæturnar og alls ekki heldur til þess að fordæma niðurgreiðslur og vil hvorki flokka þær undir endilega styrk til bænda, né heldur hitt að þær séu styrkur til neytenda. Vitaskuld þetta ein ákveðin aðgerð sem að þjóðfélagið grípur til við ýmsar aðstæður. Ég ætla heldur ekki hér að fara að lýsa neinni samþykki minni, samþykki yfir bænda eða þeirri pólitík sem rekin í sambandi við íslenskan landbúnað. Ég get ekki tekið undir það sem að Bjarni Guðmundsson sagði hér áðan, að vegna þess að bankarnir byggja hallir og vegna þess að verslanirnir byggja hallir, að þá þurfum við endilega bændasamtökin eða samvinnufélag bænda að taka sér til og byggja hallir líka. Það nefnilega svo víða í þjóðfélaginu sem að eru hlutir sem að við þurfum að vara okkur, og ég held að við megum ekki segja sem svo að fyrst að þessi gerir það, þá eigum við að gera það líka. Offjárfestingin á ýmsum vegum og sérstaklega í þjónustugreinum, hún gengur það langt að það verið að taka úr hlut bóndans og hlut launþegans allt of stóra hluti. Það var nefnt hér áðan af fleiri en einum, það var Guðmundur Sigþórsson sem nefndi það fyrst, fraktina. Hvað fraktin væri há í sambandi við að hvað hún hefði hækkað á undanförnum árum. Ja, hvað skyldi nú fraktin vera stór hluti í verðlagningu landbúnaðarafurða hér hjá okkur? Hún ábyggilega stór. Það ekki aðeins það að það sé verið að flytja landbúnaðarafurðnar aftur og fram og tilbaka, heldur líka vitaskuld verið að flytja hinar í breytilegustu afurðir til landsins fyrir bændur. Og hvernig skyldu þessi trippi vera rekin? Flutningaleiðin til og frá Íslandi, hún rekin núna þannig og þykir reglulega fínt sport að fraktskipin okkar, þau fara full til, ef við tökum Ameríkurútuna, þau fara full hlaðin freðfiski til Ameríku, væntanlega oftast nær, og oftast nær það nú þannig að þau eru full hlaðin, stundum fer nú hálfhlaðið sambandsskip og stundum hálfhlaðið sölumiðstöðarskip á sömu rútinu og sama tíma, en þetta skulum við ekki segja sé algengt, stundum það. En þessi skip koma oftast nær tóm heim og það eimskip sem flytur fyrir sölumiðstöðuna og það sambandið sem flytur fyrir sísfrystúsin, en svo þriðja rútan sem fer tóm vestur, kemur full hlaðin tilbaka, það hafskip. Þannig eru allt of margir þættir í okkar þjóðfélagi sem gera það að verkum að til þess að við getum látið íslenska atvinnuvegi standa sig, þá þurfum við að breyta þarna til. Þá þurfum við að breyta til í sambandi við rekstur fraktskipa, við þurfum að breyta til í rekstri bankakerfisins, sem enn í dag, meðan á okkur sagt að engin verðbólga sé á Íslandi, jafnvel að það sé á hinn veginn, að það sé heldur verðhjöðnun. Í dag þá taka þeir, eftir því sem ég veit best, að þá munið þeir líka til allir taki ekki milli 25 og 30% vexti af afur og lánum bænda. Það ýmsir hlutir svona sem ég held að bændur og neytendur eigi frekast að leita að, heldur en að reyna að finna flísina í auga hvers annars. Og sérstaklega það að neytendur sé ekki að gera óskaplega mikið úr því að bændasamtökin, samvinnufélög bænda, þau standi sig ekki í þjónustunni. Nei, það ýmsir aðilar í kringum þau sem að mínu mati eru stóru og vondu aðilarnir í þjóðfélaginu og sem við þurfum að taka taki. Takk fyrir.
Já, við þökkum Skúla. Eins og við gátum áðan þá fundarmönnum frjálst að senda fyrirspurnir skriflegar og hér hefur ein slík borist sem ég ætla að lesa og það spurt verðlagningu á niðursneiddu hangikjöti í lofttæmdum umbúðum. Samkvæmt verðlista framleiðsluráðs landbúnaðarins 1. október kosta dilkalæri heil eða niðursöguð í heildsölu krónur 133,90, frampartar krónur 94,60. Öll verð hér á eftir eru miðuð við 1. mars síðastliðinn. Nú lærið reykt og nefnist þá hengilæri og kostar 199,60 krónur hvert kíló. En hér skilur leiðir lærisins og framleiðslu ráðsins. Lærið fer í heilsurækt hjá Kjötiðnaðarstöð sambandsins úrbeinað og ógnar nú budduminni því að nú kostar það 308,30 krónur hvert kíló. Þá kjötið soðið og að sjálfsögðu breytist verðið kostar nú krónur 485 hvert kíló. Mig langaði að vita hvar þetta endaði með blásaklaust dilkalærið sem nú heitir úrbeinuð soðin hangirúlla. En enginn veit á þessu stigi hvort upphaf rúllunar var læri eða bara frampartur. Það verðið það sama hvort sem að ræða rúllu úr framparti eða læri. Rúllan skorin í sneiðar og kostar nú krónur 493,70 hvert kíló og að síðustu pakkað í lofttæmdar umbúðir og verðið breytist í 5. sinn. Hvert kíló kostar nú krónur 531,60. Nú hefur lærið hækkað 291% frá heildsölu. Samkvæmt lista framleiðsluráðs en sé hins vegar lærið innan gæsalappa, frampartur hækkunin 461,9%. Hvernig gerist þetta? Mér fannst raunalegt að uppgötva að dagkaupið mitt dugði ekki fyrir 1 kílói af dilkalæri sem orðið var að framparti. Ég laumaði buddunum minn ofan í kaupfélagspokann hjá hrísgrjónapakkanum og velti fyrir mér hverju máttur hinna mörgu getur komið til leiðar. Guðrún Conny Pálmadóttir. Ég vona að framsögumenn okkar hér á eftir sem við geti gefið okkur einhver svör við þessu. En næstur á mælendaskrá Guðmundur Þorsteinsson. Fundarstjóri, góðir fundarmenn, aðeins örstutt til þess að biðja ykkur afsökunar á missögn minni áðan með stuðning Alþýðuflokksins í vinstristjórninni 71–74 og þakkir til hans Eiðs fyrir að leiðrétta mig. Hins vegar kannski eitthvað af Alþýðuflokksmönnum sem ekki eins þakklátur honum fyrir að rifja það upp að Alþýðuflokkurinn studdi ekki þessa stjórn þótt hann væri boðinn aðild að því, en það honum mál. Hitt svo að sá sem að stoppaði þessa löggjöf sem við talum, hann var þá ekki í Alþýðuflokknum heldur í samtökum frjálslyndra og vinstrimanna. En eftir þessa atburði að þá gekk hann í Alþýðuflokkinn og var þar einn af fremstu mönnum og leiðandi og heitir Björn Jónsson, var forseti ASÍ á sinn tíma. Og þá vona ég að það sé komið til skila og valdi ekki misskilningi lengur. En Eiður hélt hér aðeins áfram að minnast á það að hann hefði með öðrum Alþýðuflokksmönnum skildist mér, hann hefði verið með því, lagt til að útflutningsbætur minnkuðu á föngum. Og þetta mér alveg kunnugt en ég vil benda á það að þeir sem að leggja til að útflutningsbætur og niðurgreiðslur minnki þó í áföngum sé, þeir eru að leggja það til ef þeir benda ekki á neitt sem á að koma í staðinn.
draumi fagrar nætur dvel ég stund. Það var sem vorsins tærasta von gengi á minn fund. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir að við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð. Hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir. Við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymir. Við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð.